Hlusta á Gráa svæðið. Allt sem sagt í þættinum sagt í algjöru grín og ætlast til þess að fólk berist eftir því. Hins vegar ef þú ert búin að ákveða að kæra okkur fyrir eitthvað sem við gerum eða sögum í þættinum þá Egill alltaf tilbúin að taka við ákærum. Hann á safnaði. Smooth transaction. Þetta var ekki frú. Þetta var mjög lélegt. Þú mætti að halda þetta hafi verið Það var það svo sannarlega. Já, ég er ennþá feitur og ljótur. 10. þáttur. Þetta ætti að byrja með einhverju sko. Decimal þátturinn. Tími til að halda upp á. Ég er með Gunnars kleinurhingi. Ég er með mini muffins og Bjarni með vatn. Ég er með vatnið mitt. Cool. Úff, vegan maður. Já, alveg rétt, þú varst í ykkur átæki. Ó, já, alveg rétt. Hvernig gengur þér? Við gengur ágætlega. Þetta er búið að vera erfitt en goddammit, ég ætti ekki vona á þetta erfið svona erfitt sko. En ég skulda 8 kíló. Það er að leitast 8 kíló einni viku. 10 á 2. Já. Ó. Hann er búinn að letast 2. Já, þannig ég skulda 8. Ok, þannig að þú ert að leitast 8 kíló fyrir næsta podcast. Já. Fyrir 11. þátt. Fyrir 11. þátt. 10, er þetta anniversary? Yes. Anniversary í dag? Yes. Já. Ég kom með jólaöl og... Jólaölið er gott. Komum við ekki snemma í búðir en við kvartum ekki. Ég verð að biðja ykkur afsökunar. Ég glemdi að vera þáttur klukkan 2. Þannig að ég já, þetta er búið að vera, sunnudagar eru skrýtnir. Það er bara þannig. Og það er öðruvísi orka en ég verð að viðurkenna. Yes. Núna. Alltaf við vorum vaknið til hvað? Við vorum vaknið til 4. Við vorum að spila D&D í gær. Já. Við fórum inn í brutmistin í fátækra hverfi í óþekktur landi og drápum ykkur hreiðverkamenn. Bara einn? Já, við drápum einn hreiðverkamenn sem við svona acted out of löglega sem séð þá vorum við að ráðast inn í þeirra svona siðmenningu og fólkið var svona að ræta en yfirstéttin var þannig til staðar til þess að bæla niður síðri stéttina. Ég kíkti á okkur. Yes. Og og fékkst að vera vindurinn. Fekk að vera vindurinn. En mér finnst það þetta er skrítið í gegnum Skype. Já, það virkar. Mér finnst þetta virkar mjög vel. Já, og fyrir hlustundu þá DM-in okkar er í Japan. Já. Sögumadurinn er í Japan í gegnum Skype. Þið viti hver það er. Þið kannast við hann. Kannist við kauða. Og hann var retro. Já. Bara upptjekkaður af kóki og sett Coca-Cola. Hvað klukkan honum? 8 morgun eða? Já, hvað er? Eitthvað leiðis. Já, þið skiptu náttúrulega á. Þegar þið byrjuðu þá var klukkan alveg. Já, klukkan var 8 hjá okkur, þannig ég held að klukkan geti að verið hann var alltaf 2. Eitthvað leiðis. 5 morgun eða 9 eða 6 morgun með þessu. Já. Og ég bara. Djúðis metnaður er þetta. D&D. D&D. A. Og það Nei, Bjarni. Sorry. Já, ég hef alveg verið ferskari sko. En bara illa sofa líka eins og þið. Náttúrulega fríveika en hann gæsla lappa. Já. Ég held ég þurfa að borða meira þegar maður verður orkulaus á. Já. Nei, ég þarf bara að hreyfa mig meira. Já. Þá getur þú borðað meira og hreyfti meira. Það hljómar reynda, það er mjög gott transition, en þú veist. Ég lendi því, þegar ég borða meira þá verð ég bara meira þreyttari. Ég var bara búinn á því. Það er því að líkaminn eyðir svo mikill orku að brenna allan matinn. Já, maður þarf ekki að borða það yfir sig, sko. Ég þarf að gera það, jú. Já, heyrðu, hvernig gengur þér? Ég er að berjast við að halda mér í 62,5. Ok. Og gengur ekki betur en það. Já. Þannig að þú veist, þú ert ekki búinn að bæta neinu kílóða samt að þú ert búinn að borða því svo flóðastur. Og hreyfa mig. Já, lyfta, bæta, já. Og ekkert gengur. Skrítið maður, þetta er svindl.
Eða þér finnst það kannski ekki. Jú. Okkur? Ég veit það fínt. Nei, þið finnst ekki svindl sem sagt að ég undan því skilur að brenna hratt Og ég undan því að brenna ekki rætt. að vera feitabóla. Já. Ég veit ekki hvort það sé hrós sko. Jú. Er ekki hægt að líta á allt sem hrós? Já, þú getur það ef þú vill. Ó já. Open-minded. Hvað gerðist í liðinni viku? Látum okkur nú sjá. Ég sá auglýsingu fyrir mjög skemmtilegt spil sem við ætlum að pröfa einhvern tímann. Ok. What do you meme? What do you mean? Það svipað eins og Cards Against Humanity. Hvað meinar? Nema þá í staðan fyrir spurningu þá færðu sett mynd af meme og ert bara með texta sem á að passa við meme. Svo bara sem passa best að finnast það vinnur spilið. Er þetta eins og Cards Against Humanity? Já, þetta er sama koncept? Já. Ok, það er cool, ég væri til að prófa það. Og þetta fæst í Bandaríkjunum og ég ætla að kippa þessu með þegar ég eitthvað annað. Nice. Af því mér finnst Cards Against Humanity mjög sniðut spil. Ég samt bara að spila tvísvar. Maður þarf að spila oftar. Já. Af því ég hef ekkert sérlega gaman að spilum, þið vitið það. Já. Og konum í þólum ekki fyrir að nenni ekki að spila. Þið finnst gaman að póker. Ég er gaman að póker. En ég er ekki góður í póker, samt. Latix svona. Já, En svo ég held að áfram að tala um spil þá er ég búinn að fá ábendingu að fólk sem hlustar á okkur vill að við tökum kannski mann í þættinum. Ok. Eða getum tekið það upp og spilað í þættinum. Auka þáttu kannski. Eða bara, vill fá að heyra okkur spila. Já, ok. Það er snið hugmynd. Og líka ég menn ekki hvað spila heitir og tekur munnstykki setur upp í þig og heldur munnum opnum maður. Að það lesa eitthvað. Já, svo að lesa eitthvað og hinn er það að fatta það, hvað það er. Það er svona unsanitary spil. Já. Það er ekki að sjóða þetta. Það ekki svona... Þetta er allt svoðið og sóturins eftir á. Já. Það ekki kynlífsleikfang? Getur notað sem. Ég meina, getur notað allt sem kynlífsleikfang. Við fjastringar. If you're brave enough. Egil, þú varst að klára verkefni í skólanum. Ég var að klára það í síðustu viku, yes. Já. Það er nýtt verkefni núna á morgun sem byrju. Þetta, ég sá leikinn. Hann kom bara ákveð lóð. Hann var svolítið stuttur, auðvitað. En ég meina, það hafði ekkert... 2 vikur, high concept, allt þannig. En í þegar þú varst að sína leikinn, þá voru ekki hljóð á Nei, ekki þegar vorum að sína fyrir alla, en svo vorum við með leikinn á fartölvu, og fólk gæti spila þann sjálft. Já. Hvernig voru viðbröðin við... Fólk fílaði. Fólk fannst þetta mjög flott. Þetta er mjög sniðut. Ógeðslega sniðut. Yes, við erum mjög sniðu. Okkar hópur. Já. Sérstaklega ég. Öðruvís. Já, kemur inn með svona eitthvað touch sem að kannski geta allir hafa. Different perspective. Já maður, ég heyrðu, hafið þið heyrt svona popcornlungu? Popcornlung? Já. Nei. Það er slæmur, það er bara bannvætt sjúkdómur. Það er svona svo iron lung. Ég veit... Nefn að poppar. Það er verið að tala núna sko að vape. Ég datt inn á þetta, ég veit ekki... Ó nei, eru vape vont fyrir þig? Er ríkið að segja eitthvað það? Þú varst að lesa eitthvað á internetinu. Nei, alvöru þengið er að þetta heitir popcorn lung. Er að þið eru með örbylgjupopp sem er með svona auka smjöri. Bara beint Orville frá Bandaríkjunum, skilur við. Ógeðslega mikið smjör í þessu. Ef þið eru nýbúin að poppa, opnið pokan og andið gufunum að ykkur, veipið smjörgufunar. Ok. Það getur drepið ykkur. Já, svaklega heit gufa. Það er eitthvað eitur, sko. Ég kann ekki skila á þessu. Er verið að líka þessu við vape? Nei, og svo voru Ég ætla að segja. Jú, það er verið að tala um það, sko. Já, það er verið að tala um það. Að þetta sé sami, does vaping cause popcorn lung? Þetta kemur bara beint frá, þú veist, þetta er eldgamalt. Þetta, þú veist, með smjörið og poppið. Fólk var að deyja þessu, actually. Hvenær? Bara í gegnum tíðina. Það er ekki að tala um þetta. Við erum að búa til Popcorn Lung Foundation. Getur þú ástæð fyrir því að fólk talar ekki um þetta? Já, það er dögt. Ég er ekki læknir. En heyrið það krakkar, ekki veipa, byrja að reykja. Já, byrja að reykja aftur. Nei, í kjölfarið af þessu, ég sá þetta með popcornlungu og
svo er alls konar hræðsláraður að veip geri það sama sem er bara ekki Ég hef heyrt að veip valdi ofbeldi Og ég lumja þig Veip bara og verður ofbeldisfullur Já, við erum að Fyrir mig glæpi Veip veldur kynjamisrétti Og Já Já, tölum ekki hvað veip hjálpar mörgum að hætti að reykja og Nei, þú ert ekki að horfa á rétt myndina Þú ert átt að veip er Stórhættulegt og er djöfullin Í nýjum búning Ói, svo fann ég annað sem að ég kúast yfir á netinu Hvað var það? Var eitthvað að veipa mjólk? Já Nei, það heitir Gutter Oil Hvað er það? Viltu vita það? Segðu mér Í Kína er sem sagt Svo mikil reykmengun Ég líka Þetta Gutter Oil er tekin úr holloræsunum og notað í street food í Kína Og þá er bara fólk með fötu og ausu svona langa ausu fara ofan í holræsi Ég get ekki talað oh my god ausa sér Hva? Hann að sjá það fyrir sér Hva? ausa sér upp úr Já Ok, það tekur stóra ausu Ættu, Ausar upp úr holræsinu Setur þetta mat eða setur þetta í pott og eldar þetta eða hvað? Ég held að þetta sé sko Notar þetta til þess að hitta upp opna Ekki ná í myndband Myndband af Gutter Oil má ég sjá Notar þetta til þess að þú veist brenna eða þú veist þetta er eins og svona fuel Nei, þetta er bara að nota í matseld sko Nota þetta í vokki sitt og steikja hrísgrón mat alls konar, á hverju ger ég mér það maður Og úr hverju er Gutter Oil? Þetta er bara Sérðu það sami Næri sem þetta Já, ok, þeir taka sér þessa Gutter Oil úr holræsinu Já Pakka þinn og selja þetta líka En hvað er Gutter Oil? Findu innihaldslýsingu Cheaper alternative to normal cooking oil Hvað er þetta? Alternative, en þú veist, er innihaldslýsingu á þessu? Hvað er mörg efni í þessu? Leiðu mér aðeins að lesa þetta, talið þið ykkur saman með það Sko, þetta er, eins og ég skil þetta þá er þetta bara, þú veist, þú hellir veitingastæðirnir henda alveg olíu út í holræsin og þau veiða það upp úr af því að olía flýtur ofan á vatninu Já, af því hún flýtur ofan ok, það er sniðu Þetta er samt, sko þetta er samt það sem að þetta er bara í holræsinum Já, hún er svona congealed Þannig að hún er svona þetta er svona chunks í rauninni Gutter Oil er notað í sápu líka Já, það er bara olía alveg Gummi, biofuel, cosmetics Þetta er mest viðbjóð sem ég veit En sem sagt, er það Gutter Oil sem sagt bara waste oil sem flýtur ofan á öllu sullinu í öllum skítnum og hlandinu og klóspapnunum og dögumibundunum og öllu þessu viðbjóð Þetta er svona skemmtilega endurnýtni Og þetta er líka að við erum að popcornlungu ekki andað eitthvað popgufum ekki sko, Kínverjar eru með sko ónæmiskerfi sem að virkar við þessu en ef þú ferð á götuhorn þú sem Egill Hansson farið þér eitthvað street food í Kína þá getið þú bara dáið sko Þetta hún lítur út fyrir að vera vennileg Þetta eftir að hafa verið þrifin inn í gæsleppa Já, sigtuð og repackaged Ég get ekki ég er ekki ennþá búin að finna neitt það er sem sagt súr mjólk og Gutter Oil sem að congealed olía Þið eru kannski að sjá myndbandið flýtur í holræsi Já Þið eru kannski að sjá myndbandið Gutter Oil has been shown to be quite toxic can cause diarrhea and abdominal pain also lead to stomach and liver cancer Svo fyndið með mig ég veit alls konar svona
ég veit hluti en ég veit ekkert þá. Þú veist að hlutum. Ég veit að hlutum en svo get ég ekki sagt ég er mjög lélur, ég þarf kannski að ég les ekki nóg, það er bara staðrind, ég les ekki nóg. En þú lest fyrirsagnir, þú veit enna þeim. Já, ég fletti gegnum Það er mjög auðvelt að blekkja þig. Nei, jú, getur reynd að ljúga, jú, kannski. Líka því að þú ert ekki nógu, þú ert of kurteis til þess að spyrja hvort að ykkur sé að ljúga þér. Já, ég efast ekki neitt. Ekki alltaf. Nei. Ekki nógu oft, kannski. Nema okkur. Hlustuðu þið á uppistandið tilbaka sem ég var með? Já. Oh my god, ég gata ekki, sko. Þetta með reglunar var ekki góð hugmynd. Ég man ekki eftir því. Nei, hafði unnu gaman að þessu, örugli? Já. Ég veit ekki hvort að ég held að kona mín hafi bara blásið út á borðinu. Hún talaði ekkert þetta. I know he feels bad, I'm not gonna put some salt in that. En þetta er gaman, maður. Kannski verður það betri. Kannski ekki. Kannski ertu bara mjög lélegur í þessu. Kannski, ég vona ég verði betri. Vonandi verði betri. Hopefully. En þú veist að ég var að segja í síðasta þætti líka að fólk kommenta bara á slæma hluti. Það kommentaði enginn slæmt, þannig að þetta lítur að hafa verið. Það hefur ekki verið það slæmt. Það var enginn sem kommentaði. Já, en ég er að segja að þú veist sem þeir vitið það. Já, ef þeir allar kommenta þær á YouTube, annars gildir það ekki. Já, ég er ekki búin að fá neitt feedback. En hins vegar verði ég núna að spyrja hvað í bandspottanum er á YouTube? Já, ég veit af hverju hendir það okkur 70 views þú ert sem sagt Producerinn. Já. Hvað í fokkanum er í gangi með þáttin okkar? Herra producer. Ég ræði ekkert við þetta. Já, þú veist, þú ert með analytikana þannig. Já, en hvað er komið? Það er samt 82 núna. Já, en þau voru 100. Nei, þetta er gammalt þáttur. Nei, ef þú ert hérna fyrir utan, það stendur hérna 123 views. 6 days ago, klikkar á það. 35? Ok, nei, nú er ég brjálaður. Nú er ég snældu vitlaus. Við getum gert YouTube-myndband um þetta og það verið hitt. Því allir fíla svona scandal. Það er ógeðslega mikið á hérna. Veitir hvað það er? Hvað? Þetta er Hinhelvis podcast-rásin. Þetta er alvarpið. Heldur þú alvarpið er að sé eitthvað klíka eitthvað? Já, þetta er pottjætt eitthvað klíkuskapur. Svo fann ég aðra. Það er einhver maður í kubli í við svona borð með hellinga tölvuskjáum fyrir fram að sig. Hann eitthvað svona þeir voru að gera grín á okkur það humma. En talaðu meiri viðbjóði í mataræðinaðanum. Af því hérna rauður matalitur vitið úr hvernig hann er búinn til. Bjöllum? Já. Hvað er það? Það eru skordýr? Ég veit hvað bjöllur eru. Já. Þetta heitir carminic acid sem er notað og er búið til úr einhverjum bjöllum. Já. Mér finnst það ekki viðbjóður, mér finnst alltaf læg. En mér finnst það bara sniðut. Rauðasti liturinn sem það getur fundið í matalit er búin til úr bjöllum. Það er rosalega hægt að fá rauðan í öllu. Eins og að fá rautt tattúbleik. Það eru málmflísar í þeim lit. Það sem litarefni eru, þetta eru bara chemicals. Svo eru jelly beans húða með það sem er notað í bílabón til að gera svona shiny, sem eru líka pöttur frá Íslandi. Og plasthrísgrón í Kína. Hafið þið heyrt um það? Það er mikið skandall í Kína. Þetta er allt bara pöttur. Ekki plastið? Jú, plastpöttur. Jú, ég veit það. Sko ég veit bara hluti, ég veit ekki úr hverju eru búinu til. Við skil plastur og pöttum. En já, þetta er plastur og pöttum og gutter oil. Gutter oil. Hafið þið heyrt hérna nýja Steinda Djúnleið? Já, mér finnst það mjög gott. Veistu, það greip mig. Ég var að hlusta þetta í gær og það var svona. Ég er ekki búinn að heyra það. Þetta er samstarfið Inspired by Iceland. Já. Mjög hérna svona. The hardest karaoke song in the world. Það er eina sem ég er ekki sammála, sko. Nei, ég er mjög mörg erfiðari, sko. Já. Ég held að útlendingur séu samt bara mjög fljótar að pikka þetta upp. Já, þetta er ekki það erfið. Já.
Hefur ekki heyrt þetta út undan þér? Nei, actually ekki. En ég að pæla hvort að við fáum strike á okkur. Fyrir þetta? Nei, við tölum yfir þetta. Við tölum yfir þetta, manstu, Við glitchi. þurfum að tala allan tíman. Já. Við mögum ekki hægt að tala hvað er að gerast, heimurinn er að farast, oh my god, Nema ef þú syngur með, þá það er Gutter Oil í heiminum og það er Gutter Oil á Bjarna, heima hjá Bjarna. Sjáu þið samt fyrir ykkur hérna. Að vera með svona stóra ausu, svona fötu á svona hjóli og þú svona Vokkin, þeir nota Gutter Oil. og svona lokkar Oh my god, það var Gutter Oil í snakkið sem komið daginn. lóar það niður. Öruglega maður. Þú pantar mat frá Kína? Nei, hæ? Pantar þú mat frá Kína? Nei, komið ekki frá. Þetta er ekki bara Kína, þetta er líka Indlandi. Þetta er út allt sko. Og Vokkin, ég veit að Vokkin Heyrðu, nei, ég má ekki segja það. Akkur höfum við ekki gert það bara í bæinu? Fyrir utan Nings. Heitir þetta ekki Vokkin nýja staðurinn sem að þú ert alltaf að borða á? Nei. Hvað heitir hann? Walk on. Walk on. Ekki, það er næstu það sama. Svo var þarna á Spáni og alls það þar, þarna City Walk. City Walk? Shitty walk. Vandamáli hérna á Íslandi, það má ekki sturta niður olíu. Nei, það má ekki, en það gera það ég veit það gert, sko. enginn. Já. Hvað með endurnýja, þú veist. Það eru menn sem eru náttúrulega að endurnýja smurolíu. Já, ég meina það er fólk sem notar þessa olíu. Þú veist, hún er alveg, það er alltaf, hún hefur eitthvað verið þátt sé búið að nota hana. Tvisvar. Já. Eða oftar. Nei, ég segi þú veist, það er hægt að nota hana í, þú veist, production og þannig. Já. En sumir menn eru bara að hérna búa til eldsneyti á bílinn úr hérna Kúk. alls konar djöfusvitleysu. Ég vissi að það var fyrir mörgum árum þá var að Ég ætti að búið til svona kúk það var verið að framleiða og þróa loftbíl í Afríku Já. sem svona var sem að gengur fyrir lofti. á kúk. Þetta farið fyrir að grípa fram með mig, bara þetta varum að tala. Og í þokkabót Fuck you, Egil. Það er eitthvað skrítið yfirbræðra. Ertu þreyttur? Yes. Ertu mjög þreyttur? Well, ég er þannig séð þunnur. Takk sér 6 Já, bjóra í ok. gær. Já. Lítið sofin eftir það. Nei, 7 bjóra. 7 bjóra fyrir ekki það. En það var dreift yfir 7 klukkutíma. Já. Og nú er ég að drekka kakómjólk. Kakaómjólk og borða. Hvað ertu búið með kleinurringina? Nei, þetta er 2 eftir. Nice. Þetta eru svo góða kleinur. Þeir voru reynda betri beint út úr sjoppunni í honum. Já. Það er bara að hjóla framjá. Stoppa alltaf að segja hæ, ég fekk póka. Fann lyktina og labba á lyktina konni með að fá kleinurring. Og sagði hann, má bjóða þér kleinurring. Þú veit það. Og svo fyndi þetta, hann gerði þetta í kjallarnum hjá þér. Var hann að nota Gutter Oil? Ég vona ekki. Gutter Oil. Ég pröfa alltaf nýtt í gær. Já. Eitthvað sem ég aldrei gert aður. Ok. Annan? Nei, Þú? ég pröfa að súta. Hæ? Þið veitir hvað það er. Að súta. Súta. Að súta. Súta. Að súta. Er það þegar þú bindur saman prik? Nei. Það er að surra. Að súta það er að setja og tekur gæruna af setja kindinni eða lampinu og ert að setja vörkana svo þannig hún stýrni ekki upp og harni ekki og verði ekki ónýtt. Ég ætti vinnir hana þannig að hún getur notað hann í. Þurftið þú að meða lampið? Nei. Ok. Við ætlum upprunalega að fá sko gæru frá Tengdó en það er bara hendu öllu. Út með gæruna! Hvað, og hérna, til hvers er þetta gert? Bara Full? að nota gæruna í eitthvað. Já, ok. Er þetta ekki brent af eða eitthvað? Nei. Nei, þú ert að hugsa sviðalappir. Já, kannski. Já. Og þegar þú veist, Við ætlum að sviðar lapp. nota, gærun er skorin af. Já. 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 Þú veist að leður og hlutir, þetta er húð af dýrum. Jú. Já, og það þarf að vinna hana. Já. Annars Og var það kannast að súta. Ok. Ég sé ekki alveg fyrir mér hvernig þú gera það. Ertu bara með hérna svona, hvað heitir það? Þú tekur, byrjar að taka gæruna, skefur fytuna af, Ok. kafsaltar hann í 2 vikur, setur hann svo í kemiklu bað Já. og strekkir hann svo á henni og leiður hann að jafna sig. Ég myndi ekki nefna standið þessu. Nei, ég menna þetta er gaman að pröfu þetta sko. Já. Varst að gera þetta upp í sveit bara? Jú. Jú, maður þarf kannski að prófa þetta. Er slátutíðin búin núna? Það er verið að sláta núna. Það er ennþá, nei, hún er ennþá í gangi. Er það hérna upp frá það? Þetta er bara með alla sveit sko. Þetta er náttúrulega að fer svo lítið fyrir þessu núna. Ég man alltaf, þú veist, í gamla þetta, þegar maður strákur. En þá varst meiri sveit og svona. Nú ertu bara inn í 12 herbyggju bara, veist það.
Ég man samt einu skipti Lesum göttur og Einu skipti Papirspjasi Lesa fyrir framan fyrirsagnir. tölvuna sína. Ég fór ekki oft í sveit en stundum kíkti ég þú veist, var ekki lengi í einu af því að ég var alltaf að lenda í einhverju vesenni. Ég var eins og stangaður af nauti Ketti. í magan, beint í magan. Mér var sagt að þetta væri belja og ég ætti að fara að klappa þessu. Hver sagði þér það og af Ég hverju veit ekki. trúður honum? Ég veit ekki hvort ég er að segja. Sami ná ekki hljóp hérna í gegnum sinubruna og sagði mér að elda sig. Sami ná ekki sló mig með písk. Þetta er besti við með spjarna. Ég ætla ekki að segja hver það var, en þetta er góða minningar samt. Svona öðruvísi. Ég sé þetta, ég man, þú veist, allt. Hamingjusama Ég æskan. man allt ennþá eins og það hafi gerst ekki þér. Ég sá bara hverfa inn í reikinn bara. Því það ef ég myndi sláðu með písk þá myndir þú fá svona góðar nostalgíu fíling. Já, Slaðu mig aftur í Er ekki svoleiðir sem að maður fer að fíla eitthvað. Það gerist eitthvað í æsku og Mhm. það verður slegið með písk. Mhm. Ég fíla það. Það tala þú veist, þegar fólk er með daddy issues eða mommy issues. Já, ef þú ert slegin á pappaðinum. Og þá svona, farið svona komplexu. Það er svona skrítið samt. Your mother was a hamster! Nákvæmlega. Þetta er einu bestu myndu sem ég hef séð. Ég grænjaði þegar hann, ég grænjaði einmitt í þessu aðri úr hlátri. Hvað er John Cleese? Þegar hann er hérna lemja á hjálmum. Gera lítið úr Þennan kónginum. England, já. Yes. Bara hvernig hanskarnir voru lausir á hann. Og svo bara Hann kom til I'm a Íslands. fransmann. Hann kom til landsins þessum daginn. Var hann ekki með uppistandi eitthvað alveg? Jú, það er rétt. Ég held að hann hvort var hann uppistandi hérna Hörpu? Life is worthless eða eitthvað þannig dæmi. Já, Það var eitthvað að geða svona þannig nafn. Eitthvað svona life is meaningless eða eitthvað þannig dæmi. já. Hann er mjög mikið þannig húmor. Eins og hann Hvað er margir eftir í Hvað er margir eftir lifandi? af Monty Monty Python? Python. Ég held að þeir séu allir nema einn. Já. Graham dó fyrst og hann dó úr minni mig Popcornlungum. Krabbameini. Göttur Vissir og að hann var samkynhneigður? Já, ég vissi það. Ég vissi það ekki fyrir, þú veist, bara eins og fyrir nokkrum árum síðan. Komst það því þegar ég horfði á Life of Brian? Ég held að Jói hefði mér svo sagt. Ég veit ekki, þú veist, það er samt ógeðslega langt síðan. Þegar við vissum ekki eins og hvað samkynnið var, sko. Tvist ákvað saman. Tvist rákar, hvað er það að gera? Hann var svona svo, hann var hérna flottur kall. Hann var alltaf með hérna pípuna hérna. Hann var vist hérna alkoholisti. Já, ok. Og það var einmitt, það var eitt af því sem leitið til hérna, hann fekk eitthvað hérna magakrabbamein eða eitthvað. Já. Eða livrakrabbamein, hvort það var Já, ok. Hard liquor. Drekka hard liquor. Yes. Það er ekki sniðut. Það er svona myndbandið úr hérna jarðarförin hans er mjög hjartnæmt. Hann hérna, John Cleese segir sem sagt, Graham, you were the first person to say shit on British television and I will be the first person to say fuck in a British funeral. Og svo enduðu þeir að syngja hérna Always look on the bright side of life. Já, sem að hann samdi hann hann er ennþá lifandi. Eric Idle, jöp. Já, ég sá veistu, ég fóð mér þess að ég held, mann ekki hvort það hefur verið í London, ég held að við séð það í New York. Sáum við Spamalot. Spamalot, já. Sáum hann það á sviði. Það var ógeðslega flott. Spamalot var ógeðslega flott. Hafið þið af því að ég er ógeðslega mikið á YouTube og svona. No way. Greinilega. Hef gaman að því. Mjög gaman. Drekkandi úlnamjólk og skoða göttir og eitthvað. Það er sem ég hef gaman að memes. Yes. Og YouTube. Fyrst af það var allir gaman að memes. Ekki allir. Sumir skilja það ekki. Jú. Bitu. Eiturlef. What? Gamalt fólk. Bæði og. En það sem ég ætla að koma að var svona rap, nei svona diss track. Já. Hafið ekki heyrt diss track? Remind. Sko, þá er þetta rap. Það byrjaði held ég. Ég rappa til að dissa, þú veist, þig, eða eitthvað þannig. Það þarf ekki að vera flóknir en það. Og diss ykkur, og gera það í rap. Og það var það diss track. Og þeir actually, þú veist, Eminem. Ræskömm og
Jake Paul og þessir náungar. Þið vitið ekkert hvað fólk þetta er. Þú Þetta er vinsalasta fólk Þú á ert að tala YouTube í dag. Þú ert að tala iDubbbz. iDubbbz gerði diss track á Ræsgum og mér finnst ég þoli ekki Ræsgum. Nei, ekki ég heldur. Hann er, En ég elska iDubbbz. ég elska iDubbbz. Ég elska hann og Filthy Frank og það er ekki fyrir alla. En goddammit, mér finnst þeir svo finnir. Þeir eru svona finnir á svona sama hátt og Jackass er fyndið. Þetta er svona cathartic. Þegar iDubbbz, veistu hver iDubbbz er sem mig? Nei. Þessi ná ekki hér, hann er eitt svo sjúkasti, eitt svo vinsalasti í leiðinni. Hann fer í holræsi eitthvað staðar og reviewar mat. Já, og það líka hann var líka eitthvað þegar hann var að gera grína Keemstar. Gera grín Keemstar, já, hann er það sem ég kalla, hann er svona content cop. Já. Og finnst það sem að hann sér það sem er hallarslegt og talar það og bendir fólki á það. Af því að það er allt og margir í þessum heimi sem að elska allt eitthvað lélegt. Eins og Matti B, stelpandar slefis, bætir, þú veist eins og Justin Bieber, skilur við? Ég veit ekki hvað Matti B er. Nei, við erum ekkert að fara að fletta því. Alright. Af hverju ég veit þetta allt, af því ég, þú veist. Af því þú ert leitt að stelpu. Hún fílaði Matti B á tímabili. Ok. Nú er hún bara í, þú veist. Það sem að kemur út úr herbygginu hennar, á fullu plasti, er svona Ariana Grande tónlist og svona. Og þetta Bibbidi-bop, bibbidi-boo. Þólið ekki. Er hún farin að hlusta Eminem? Eða er Eminem old school núna? Hann gerir diss track á Já, eftir að hlusta á það, actually. Hann gerir diss track á Trump. Já. Ég held að það veri meira svona freestyle. Það var ekki. Hann er samt, þú veist, meistari freestyle. Já, hann er mjög góður því. En já, iDubbbz, maður. Það er einhverjum úti sem að veit hver þetta er. Þið sem hlustið á það, ég veit, Kristján veit hver hann er. Ábyggla Friðrik Árni. Kristján er þessi sem að drekku get mikið að nýmjólk, ekki? Drekku Kristján, ef þú ert að hlusta, skrifaði kommentið, hvort þú drekkir eða drekkir ekki. Ég held að það sé ekki hann. Ég er ennþá að reyna að koma hann fyrir mér nefnilega. Af hverju það var fyrst, af því að það var Gabbi, því að hann er alltaf með nýmjólk og... Hver þekkir þú sem drekkur get mikið nýmjólk? Þegar ég kom hann í leikritið. Yes. Þegar vorum að spila hann Já, þá var hann með nýmjólk. Já, ok. Hann var með nýmjólk. Þegar Bjarni kom að horfa á Zombies. Það var ekki characteristic af honum, en hann var með nýmjólk þá. En ef þú sér mig með 2 litra kók út að labba á götu, já, ok, hann er alltaf að drekka kók. Þessi sem er alltaf með kók. Það er ekki það sem þið segjum Þorkil? Jú. Nei, eins og ég er að reyna að koma hann fyrir mér. Hver þetta er? Ef hann sér mig út á götu. Já. Ef þú sér Bjarni út á götu, farðu upp á hannum. Ekki keyra á hann. Og klíft hann. Klífti mig í rassinn. Yes. Hann dissaði mig daginn, hann sagði alltaf í hvernig þætti klippið út. Sem er alveg rétt. En það er meira til þess að for the show. Hvað dissaði hann þig? Nei, hann dissaði mig ekkert. Já, jú. Semdu diss-track mig, Kristján. Það var á síðasta vídeo. Af því að tala um að klippa allt út, sko. Já, klippið út. Klippið út. Það ætti að vera sound. Það virkar líka að það passar inn í þetta dibbidi-dab. Klippið út. Klippið út. Wow. Já. Það sem er vinsælt er einkennilegt. Já, oft það sem er vinsælt er mjög pirrandi, sko. Var ekki þessar viku það sem hana Szechuan sauce, Rick and Morty dæmið fór alveg úr böndunum? Jú, það var í vikunni. Vikunni sem leið, jú. Jú. Eða sem er að líða. Þá var hellingar af einhverjum litlum krökkum og þetta er allt litli krakkar á McDonald's bara við viljum sósu og maður er bara svona ok. Já, þessi, mér finnst þetta til dæmis mjög lélegt. Já, þetta er hann er uppi á sjá, hann er með svo spastíska hreyfingar eitthvað. Þetta er svo Þetta er bara crying for attention. Já. Það er crying for attention. Ég þoli ekki svona, sko. Og líka þegar fólk er að taka að falla myndavél og svo leikið, illa leikið, ég þoli ekki að horfa. Það er eitt af því sem Content Cop eða iDubbbz er
búinn að vera að uppræta. Já, og Ethan Klein. Heitir hann það ekki? Jú, Ethan Klein, H3 Hann búinn að vera að taka í gegn þessa tappa sem að Joey Salads sem að eru bara búa til þeir in the hood og hérna lætur svarta menn ráðast á sig og borga hennu svo eftir á. Þetta er allt sviðsett. Þetta pirrar mig svo mikið. Kókumjólk Ef þú vilt gera alvöru content, farðu inn í alvöru fátækrakæri og láttu alvöru svertingi að berja því í alvörunni fyrir að vera racist. Þetta er svona vond, skilur, ég skil ekki af hverju þeir taka þátt í þessu. Jú, þetta, peningar í þessu. Myndið þú ekki bara berja okkur gaur fyrir að vera racist? Og fengi borga fyrir það? Jú. Þú veist. Nei. Ég myndi ekki nennan standa eitthvað í því. Þú myndir ekki berja okkur sem er racist? Ég hef aldrei lamið mann og mun vonandi aldrei gera það. Einu sinni þegar ég var ég búinn að segja frá einu sinni þegar ég var lítið, þá var ég með að vökva garðinn og ég lokaði þig inn í skúr. Mig? Já. Af því ég var að sprauta vatninu úr slöngunni. Alveg rétt. Og þú flúðir inn í gám og svo, inn í skúr og ég var að sprauta bara vatninu á hurðina. Hjæltir inn í hana í nokkra myndir. Þetta fyrir mér. Ég var einu sinni lent í slagsmálum. Drums. Ég lagði aldrei hnefan á hann. En ég veit af hverju slagsmálum hættu. Hann byrjaði að rækja á mig. Sem að leysti bara upp. Þú lagðir ekki hnefan á hann. Eftir að segja að þú varst lamin. Nei, við skiptum aldrei hnefa. Þetta var meira svona kýtingur, þú veist. Hélt honum bara og ég hætt að segja að ég hafi gert eitthvað sem ég gerði ekki. Eitthvað svona bull í skólanum. Af því að hann alltaf bent á mig. Hvað voruð þið gamlir? Í skólanum. Við höfum ekki verið í 5. eða 7. bekk. Þannig að það væri svona hættu að benda á mig. Já. Af því að ég var alltaf að senda til skólastjóra hans fyrir eitthvað sem einhver annar gerði. Það fyndi það því að Bjarni er ekki vandræðagemsi. Nei, það er ástæðan fyrir að ég endaði svo í óþekkabekknum minn og geðsalabba. Hann var alltaf að vera að benda á mig. En svo leiði mig bara ágætlega. Það voru náttúrulega svona Þetta var skrítið tímar. Ég endaði einu sinni á skólastjóra í grunnskóla. Fyrir hvað? Af því að there was a bully and he took my drawing and he destroyed it. Ég veit hvað það var. Ábyggilega. Ég lendi einu sinni hjá skólastjóra og það var að því ég lendi í slag. Fyrir ekki, hvað segirðu? Ég lendi bara einu sinni í slag og það var hann fyrir skólastjóra. Ég hef lendi oftar í slag en ég einu sinni fór til skólastjóra fyrir það. En samskóðust á þeir tímbil sem við vorum í grunnskóla, það var alltaf slagur. Það var bara hverjum frímínútum, það var bara hárreitingur og maður hefði alltaf slagur. Ég man ekki, það var rosalega lítið það. Ég man allavega ekki neitt. En það var einu sinni teipað einn nemanda við stól af því að það var bent á honum, kent honum eitthvað sem hann gerði ekki. Og það var ekki var það kennarinn sem teipaði við stól. Varst það þú? Eitthvað Nei, það var ekki. Ég ætla ekki að neyndra bara alveg óþarfi. En hann var teipaði við stóla því að ég man ekki hvað máli var sko. En bekkurinn minn grætti 3 kennara, einn hætti. Þetta var alveg hræðilegu bekkur sko. Já, við gerum eitt kennan þá brjálaðar, hann barði í skáp og skápinu skektist á veggnum og hann er ennþá skakkur í dag. Og það er líka ennþá dent í einu kennarborðinu þegar hann þrykti stóli. Wow. Það var einn kennari sem við vorum með í 5. bekk, held ég, sem var alltaf sem sagt, hann alltaf landi í borð. Wow! Unprofessional. Sammy is unprofessional. Nei, þetta var Segir hver eil. Mér finnst að ef að Símur hringir Já, svara bara Svara bara. Já. En hann landi alltaf í borðið og öskraði ekki eitt hátt. Þú veist, bara til þess að fá hljóð. Já. Og svo var hann rólegur alltaf. En einhvern tíma það sem hann var búinn að gera svo mikið að hann var einhvern veginn það var alltaf að gera það var reyna að kenna og svo það bara segja hei. En ég vorkendi oft kennurum sko. Það er svona eftir á sérstaklega. Já, svona ég beðist afsökunar Og nú er í seinni tíð sko. Og nú nafni þinn orðin kennari. Bittu Herra Backman. Já.
Hann er að kenna núna upp í grunnskóla. Í alvöru? Mhm. Það var flott hjá hann. Hann er klár strákur. Það var einhver að gera. Það þarf einhver. Ekki nefnum við ekki alveg. Hann á að missa hárið á næstu. Það var einhver að, sem er synd, hann er með flott hár. Já, það er svona, það var er synd einhver- að hann sé að fara að missa það af í einhverju stressi. Já. Annarkvort verður það alveg hvít á næstu 5 árum eða hann fer að mynda svona, kollvík. Það var alltaf að fyndi sko hérna hann sagði, þú veist, já, nú er ég að fara að flytja í borgina núna er við hittast mun meira og gera meira saman. Hvað ertu búin að hitta hann oft síðan hann sagði Ég hef hitt hann sjaldnar heldur en þegar hann bjóði bænum. Hvað var hann að gera í bænum með það? Bara í skóla. Já, hann var að læra að vera Læra að vera lærari. Kennari. Lærari. Ég er lærari ykkar. Fuck. En já, þú veist, þú fær bara svona, hér eru 28 litlir apar. Þeir vilja ekki læra, þeir vilja ekki setjast. Það er alltaf læti í þeim. Og þú átt að passa að þeir læri að hæða sér og allt þannig, ok, bæ, hérna eru lítil laun á mánuði. Ekki bara það sko, hann byrjaði með 1 bekk og svo fekk einn kennarinn vægt hjartafall. Damn. Og hann ætlaði að taka yfir annan bekk á meðan og svo hann kennar líka fögun á milli. Annan bekk eða annan bekk? 3. bekk, minnum mig. Já, sérst ekki annan bekk, heldur annan bekk. Ekki bekk nummer 2. Nei, ok. Þetta er another one. Þannig að hann er að kenna 3 bekki. Smoke weed every day. Hann er að kenna, hann var að kenna 2 bekkja í smá tíma. Ok. Og svo var hann að kenna, minnir að hafa verið ensku. Rétt hjá 9. og 10. bekk held ég. Ég ætla að segja, ég held að sé auðveldar að kenna 1., 2. og 3. bekk. En það er það ekki. Þannig ég ætla ekki. Hvað haldið að sé erfiðasta, ok, við erum með bekkina, þetta eru 1. upp í 10. Það er þá hvað, 6 ára upp í 15 ára? Já, 15-16 ára. Já, 15-16 ára. Hvaða tímabil heldur þessi erfiðast að vera kennari við? 14, 15, 16. Já, ég myndi fara aðeins niðar. Já, ég myndi gruna sama. 13, 14. 15, 16, 17. Það er 17 er hérna mennskóla. 20, já, það er rétt. Af því þú veist, í menntaskóla þá er það dálítið svona hands off. Þá bera nefndur miklu meira ábyrgð á sjálfum sér. Já. Og þá þú veist, afsalur þeirra að meðan í grunnskóla þá berð þú dálítið miklu ábyrgð. Já, og er að passa að missa það ekki. Í jólaleikurinn í 3. bekk þá voru þau mistök gerða að láta einn aðal að hafa bjöllu sem átti ekki að láta hafa bjöllu. Full skólastofa af foreldrum og auðvitað þeir sem voru að fara með leikriti, bekkurum í sér satt. Já. Veit ekki hvað voru mörg, við vorum alveg. Og þetta eru litla stofur. Já, litla stofur og búið að hrúa borðanum út í eitt hot. Búið að ræða hann svona og þessi aðili, þegar var komið að honum, þá hljópan undir borð, stökk undir borð, alveg út í hot þar sem enginn gætt náða honum og dinglaði bjöllinu bara endalaust. Og það var þá sem að eitt kennarinn ákvaða að segja skilið við bekkin eftir áramót. Þetta er gaman að rifja upp svona. Ég held að ég hef aldrei verið með sama umsjónarkennari meir en kannski 2 ár. Það var alltaf verið skiptið á. Það var örugglega ekki fyrir að kenna. Alveg örugglega. Jú, pottið mér ekki. En það? Já, ég sagði aldrei neitt, ég sagði bara út í hotni og teikna og læra. Hvað varst að teikna? Bara, þú veist, logo og eitthvað svoleiðis eða? Bara allt sem dátt í hug. Af því ég man að, við vorum alltaf að teikna svona stríðsteikninga með svona stick figures. Ég gerði það líka. Ekki hug. Það var alveg, ég væri til í að sjá þessar myndir í dag, það er oft mjög förmulegar. Ég notaði stick figures, þegar ég var, eins ás upp í hérna 3-4 ára. Já, ok. Svo hætti ég með stick figures. Já. Þetta var meira fyrir, þetta var meira, það var þetta búið til svo mikla sögu með köllunum, og alveg, ég notaði Paint þegar maður gerði þarna bíómyndunum með Paint og fót þarna á PowerPoint eða ekki, jú. Nei, var ekki eitthvað annað fórið, þú notaði Paint og settir inn í eitthvað til þess að búið til hreyfimynd eða ekki? Þú gæst gert það í Paint og PowerPoint. Já, ok, bara með því að íta svo. Nei, þú gæst sett timer á. Já. Ég gerði það aldrei einhvern þar. Jói var líka einn af þeim. Hann var með flash. Já. Og það eru mjög skemmtilegar flashmyndir sem hann á ykkur staðar í tölvunum sinni. Ég fann gamla teiknmynd sem ég gerði Jóa. Það sem er að baka pizzu. Jóa? Hefur ekki séð hana? Nei, ég hef ekki séð hana. Ég fann hana blöðum daginn, ég reyndi að búin tína náttúr. Ég veit á hún í tölvun einhver staðar.
En þetta svona matrislu þáttur og það var tal inn á því og allt sko. Koktelsósa. Þetta koktelsósu og hendur inn í ofn. Kviknar í henni, svo grætur hún svo mikið að myndin fyllist af vatni og svo flýtur hún upp. Það er mjög flott sko. Þetta var reyndar betra í minningunni af því hvað tekna þetta fyrir einhverjum 17 árum eða eitthvað. Kannski ekki alveg 17 árum. Djúvill hún gammal. Yes. Samt engin aldur. Hörru, hérna, sorry ég var aldrei búinn að tala í þættinum fjórhjól. Ég var búinn að kaupa fjórhjól. Þú séð það? Ég hef séð það. Hefur þú séð það? Nei, ég er ekki búinn að sjá það. Nei. Oh my god, Eða fjórhjól er bara með því skemmtilega sem að ég veit núna. Þú mátt keyra á því innan bæjar. Já, það er götuskráð. Ok. Sem að ég gæti ekki átt ógötuskráð hjól því að ég Ég veist að fara alltaf upp í sveit og eitthvað. Ég á ekki bíl til þess að flytja þetta sko. Já, sveit. Hvar fer maður á? Ástangin hérna hinum með við. Má það? Er þetta ekki orðið engalóð? Það er alltaf fylgt að krökkum og krossfurum og fjörflum aðna sko. Já, ég har eitthvað sandamaðna náttúrulega. Það er Burger Malanama. Malanama, já, ok. Það er lengur köttum þar. Er það? Að mala. Að mala. Ói, bara Takk. Hérna við The suspense Mercedes suspense. Wow. Takk. Er þetta kaldanarslát? Já, þetta er kaldanarslát. Já, ef það var legit, það er hérna. Já, ok. Svo aðeins meiri kaldani. Svo bara out of því. Goddammit. 3 stig hláturs með Egil Hansson. Nice. Það er á. Ég þarf að lækka maður hérna. Já, lækka þetta aðeins. Yes. Master volume niður. 10. þáttunum strákar. Mér finnst að þetta að vera meira orka en það. Já, en það meikar sens. 10 þættir. Þú hækka bara í masternum, þá kemur meira orka í okkur. Gamlir. Og Heldur að það sé það? Gamlir og þreyttir og Gamlir og spila frá þreyttir. langt nóttu. heldur að það sé með undir með þetta. Já, kannski bara nú er ég að tala um það sem ég var að hugsa. Þegar þetta datt niður í 33 views í smá tíma hugsaði hvað er af hverju, hvað ég er hérna Hvað er fólk hætt við að horfa á þetta? Nei, ég hætti við að horfa á þetta. Já, við hefðum átt að taka upp í gær. Það var definite hérna Já, dæmið. við þurfum að hérna, núna, það er samt vonda sko, er auðvitað að ég vinn aðra hvora viku. Þannig að það þarf að vera á laugardögum aðra hvora viku. Annars finnst mér þetta að vera kannski á föstudögum. Föstudagsfílingurinn. Já, taka föstudagsfíling, já, taka alla orkuna skilur. Og við þurfum að hérna Föstudagskvöldin. það var í gott sko. Já, partyvaktin og allt saman. Já. Ég vil að Egil geti fengið sér bjór. Ok. Þú ert stressið. Hann er skemmtilegur í bjór. Það er skemmtilega að draka bjór. Yey. Nei, það er ekki þannig. Og svo sá ég ætlaði ekki að ég var bara að lesa hérna það sem ég var búin að það er einhver stelpa. Ég veit, mér líkar ekki vel hvert þetta er að fara. Nei, veistu, ég skil ekki ég ætla bara Er þetta byttu? viltu giska? Ok, vonandi er það jafn peppu og ég. Nei, ok. Þetta er á Íslandi. Og ég veit hvað þetta er. Þetta er Það er mjög skemmtilegar. þetta er svo mikið Og ég cringe. segi svo svona örugglega allt sem ég veit um þær. Er tilbúin. Hvað? Og ég ætla að byrja á að segja ykkur Þetta er- eitt mjög þetta er- mikilvægt og það þetta er sem hálftími. flestir fatta ekkert alltaf er að píkur eru ekkert bundin við kyn. Píkur eru ekki bundin við kyn. eða Right. lúkki eins og stelpa eða segist eru stelpa, Það meikar það ekki þýðir sens. ekkert endilega sem er píku. Nú, hvað er hann að tala? Er það um ef... Af því að það er að fara í kynleiðréttingu, en þá er það bundið við kyn, það er að fara Já. í kynleiðréttingu. Já, Mm. þetta er bara hálftíma af þessari stelpu tala um. Hvar fór hún í kynfræðslu? Ég var einmitt að spá í, er hún hverjum er hún að er hún að reyna að kenna ykkur með það? Er hún búin að fara í kynleiðréttingu eða er hún að berjast fyrir einhvern sem er búin að fara í kynleiðréttingu? Er konseptið þá að Hefur þú hlustað á það? Nei, ég hef ekki Já, hlustað á það. það er, hún er að segja að það sé ekki bara tökinn, það er ekki bara stráku stelpa, það er Já. Já, sem sagt það er hérna... transgender and Hvað er stuff. það? Það er hérna sexual identity
og svo Did you just assume my gender? Við höfum alveg komið inn á þetta gender fluid dæmi. Betur Já. að setna Þú og veist, fara yfir hvernig getur kyn. Það er ekkert bara 2 kyn. Það er ekkert bara stelpa og bara strák. Veistu, þetta pirrar mig svo, mikið. Af hverju? Af hverju, af hverju ekki? Skiptir þetta þig ykkur máli? Er hún vísindamaður eða? Nei, en ef hún veit ekkert hvað hún er að segja, af hverju er það að fara í taugarnar á þér? Af því að hún er að tala um þetta Hún er að opinberlega. rífast þetta við ekki neitt. Já, við ekki neitt. Og það er sem Bjarni finnst pirrandi, hann getur ekki rífast á móti henni. Já. Já, hann horfði á myndbandið Það er rétt hjá þér. og Hann er bara svona, byggja breiði. já, Og núna er hann að stíma út. Nú svaraðu bara. yes. Veistu, Pásaðu þegar þú vilt svara og bara Já. veistu, ég veit ekki hvað það heitir eða hver þú þykist vera, en viltu gjöra svo vel að vera ekki að reyna að segja mér að það séu fleiri en 2 kyn? Takk. Líður betur með sjálfæði núna? Mér líður aðeins betur. Takk með séð eru 3 kyn. Kall, kyn, kvenkyn og hvorukyn. Við lærum það í íslensku, Já. ekki kynfræði. Nákvæmlega. Herri já, það er reyndar alveg, það er rétt. Það er ekki bara kall og kona, það er hvorukyn líka. En við erum náttúrulega að tala um persónur sko. Já. Það eru auðvitað til hvorukyn lífverur eða Eins og sniglar? já, og alls konar svona Já, svona sjálfsfjölgandi dæmi. já, Við svona sniglar fjölga sér þannig að þeir eru báðir með tippi og þeir svona stinga hvern annan og sá sem er á undan að stinga hinn sem sagt er kallinn og sem sagt sá sem er stungin verður konan. það er snið. Interesting. Margir fiskar eru svona líka. Já. En þetta er bara sem ég veit ekkert meira um það. Ég er ekki vísindamaður, skilur. Já. En ég fer ekki á YouTube og þykist vita eitthvað um, þú veist, eitthvað sem ég veit ekki neitt. Hún byrjaði á Snapchat, byrjum þar. Þetta er Snapchat. Já. Þetta er allt af hennar. Nei, hann er ekki til. Hefur þú séð hann áður eða? Trúa á hann, við viljum. Ertu skráður á hann? Nei, ég hef heyrt þess að rödda það var einhver að horfa á þetta í kringum með eitthvað. Ef að manneskja myndi liggja hérna fyrir fram að mig, bara á bakinu, og ég myndi láta 2 putta í legunginn og gera svona kottu hérna hreyfingu, þá myndi ég finna húðin, þú veist, akkur það sem puttana minni fara í kottu hérna hreyfingu. Hverjum er hún að kenna þetta? Veitu? Hún er svona aðeins öðruvísi heldur en restina af svona legganga veggnum. Alright, fair enough. Hún er að finna G-spots. Já. Komdu hérna. Já, þú veist, Komdu hérna. þetta er alveg, þú veist, fyrir svona til þess að útskýra hreyfinguna þá er þetta alveg svona frekar nákvæm lýsing á, þú veist, þessar hreyfingu. Eins og sko, Já, já. þetta þarf hins vegar að koma fram í kynfærslu í menntaskólum og grunnskólum. Það er náttúrulega, Kenna fólki að stunda fólk kynlíf. er Já, svo, kenna það er strákum. náttúrulega, fólk er svo vandræðilegt að segja, þú veist, svona að Ég að kann þú mátt ekki á þetta. þú mátt bara kenna hvernig hlutir virka en Ekki hvernig á að nota það. Guðunabænum ekki segja neitt um hvernig að nota það. Fólk En gæti mikið þess vegna eru svona kynlífsleikfanga hittingar eitthvað og stelpum eitthvað, það er rosa vinsælt. Já. En þá er líka kent ef maður nota þetta á sjálfa, það er ekki Þú bara veist, lærðu bara þú veist, lærðu það einn líkama þú veist, nákvæmlega. Sko, það sem að mér og það finnst, er líka við stráka. það sem að mér finnst, þetta er, Bjarni er að senda tölvuskjálum fingurinn, Já. hann er ekki sáttu með hana. það sem að ég skil ekki, hún er að þvinga þetta upp á fólk. Já, Hún er- ekki þannig séð. Þannig er máli, þú segir það, þetta er bara eitthvað hún að tjá sig á netinu. Erum við að þvinga okkur upp á fólk með því að setja okkur á YouTube? Ógeðslega góð punktu, takk eitthvað þetta. Þú veist svona, ég er svona búin að deflata gamla kalla reiðina mína. Já. En ég skil hvort Bjarni er að fara með þetta samt. Þú veist, ég veit hvað hann á við. Ég er ósamlega Bjarni í þessu. Ég held að hann sé að gjörsamlega overreacta. Ég er Þú sammála. veist, ég er ekki að taka hennar stöðun í staðin, ég veit hvert hann er að fara með þetta. Ég hef líka lent í þessu. Ekki um þetta myndmann samt. Nei, þetta bara sló mig og Fílaðar það. Og Já, þú með kunnur písk. og þú fegst svona tilfinningu í líkamanna þinn og þú kunnur ekki að tjá þig. En svo gerður þau svona kottu hérna og það er bara, oh my god, kontu hérna Bjarni. og ég fjall það. Og hann fekk. Það var sjaldan sem ég hitti fólk í alvörunni og það eru skítalar. Ég hitti einn gaur þegar ég var að skila inn einhverjum skriftum fyrir að því ég er frambóði, þá þarf maður að skrifa einhver svona pappírsvinnu og þá var einn gaur sem var eitthvað að tala um pólitík og ég bara svona instantly fekk bara svona þetta er svona ógeðsleg manneskja Stundum gerist það Já. að En það, þú veist, ég tók eftir því að því að ég svona áttaði með því ég hef ekki fengið þessa tilfinningum í gett langa tíma þetta er svona þetta var svona legit bara vond, douchebag já.
Bara douchebag manneski. Það eru nokkru svona sérna sem við þekkjum Já, mögulega. í kringum okkur. Já, Hey. Ekki hérna inni. Bjarni tekur það á sig. Já. Ok, hann veit Tekið það Hann tekur á sig tilfengi. Hann er svona, af hverju eru þeir að tala um mig? Ég er svona douchebag manneski. Taldum það, og við vorum að tala um túsbæk og hann tekur bara klóspapirinn. Já, ég veit, ég er bara að skeina mér. Já, sorry. Ekki skeina þær á meðan við taka upp. Við höfum farið yfir þetta á Bjarni, ekki inn í stúdíónu. Ekki inn í stúdíun. Annar skets Nei, Framvald af sketsinum, góða Prumpusketsinum nei Þá, Ég var skets svona að referensa í hann. Skets Já, ég hérna sem við gerðum Ég hérna Milli svípirinn okkar hérna. Hérna þegar við fórum að pissa Þegar Bjarni var að kúka Já. Í hérna stúdíu Já, Skets Já, ég heitir ekki hljóðskets jú. En það ekki Atriðið fyrir alvarti Ég var að fara að pissa Nei Pissum Ok Hvað er langt síðan þið hafið pissað í kross við ykkur? Ég held að ég Af hef ekki hverju gerði maður þetta sem barn? Ég veist að því að þá er það er ekki neitt Það er Þá var maður að saklaust læra líka maður sinn. Já Og þú veist maður bara hugsa með sér þegar við spörum tíma svona því að þá þarf þú ekki að býða Þetta er náttúrulega sama, okkur að fara stelpur saman á klostið. Það er piss í kross? Við vitum það ekki. Eða þú veist, við pissum í kross að því við getum það og líka þegar að spara tíma Skilur, það geta tveir fara að pissa í einu En út í náttúruna að pissa í kross þú veist, þú hefur all landið Fyndið Samt velum maður að pissa í kross við ykkur Já, góða stund. Kannski er þetta já bara svona, þetta er bara moment, það eru vinir saman og piss í kross Já, Finnst þið það skrítið? Þú var með piskiðinn. Já, nákvæmlega písk Þú erum með pískin og sinubrunnan Já Allum að fara að pissa kross eða ekki Ég er að reyna að finna eitthvað gott hérna til þess að hérna Don't knock masturbation. It's sex with someone I love. Það er rétt Yes. Nema ef þú líkar illa við sjálfa þig sem manneski Í því tilfelli er það eitthvað annað Herru, förum í fyrstu pásu með þessu ágættarlagi sem að við kunnum allir Köttum út setna. Ég er að reyna að hitta á Ég ætla að reyna að hitta á hérna Hvað er að segja þig? Nei, ekki að rækja á gólfið Býtu Þið getið eiginlega bara treyst á drasl tónlist í drasl gæðum. Hvað er að segja þig? Þeir heldu að það getur breytt heiminum með podcasti. Allur þessi tími sem hefur farið í hina þátt. Allur peningurinn sem þeir hafa fjárfest í tækjabúnaði. Og breytingarnar á heiminum sem þessi drengir hafa ollið. Bjarni, Egill og Samúel. Og talandi um breytingar, þá hafa strákunni gengið í gegnum svaka breytingu. Þegar þeir með stödd þáttastjórnandan. En hverjum er ekki saman með okkur? Við erum bara einhverjum vitleysingar að stjórna einhverju YouTube podcasti fyrir þína skemmtun. Þar sem ég hef sagt allt sem ég þarf að segja, þá koma bara random hljóðbrot. Njótið við. Ég manna kúka því einhver kúka á helvitis göngustíg. This is the best, the worst. I've not seen my willy in 2 years, which is long enough to declare legally dead. Nice penis. God, sorry, I farted. Það er búið Búið. Það er rétt, þetta var ekki mjög gott Nei. Það er ekki það besta sem ég heirt Nei. En konseptið er gott Já, Mér finnst það mætti vera það vantaði, það var of langt Já, það var alltaf langt. Já, það mátti vera Og- svona snegla Já. Og það vantaði, að því ég var að búast við að heyra hljóðbrot af úr síðasta þætti Nei, það sett hann á að sjá um síðast þátt, sko. Já, Ég ætla bara... þetta var bara ákveðið, skilur. Ég var byrjar að gera hljóðbrot úr síðasta þetta. Já. Svo glemdi ég að seifa og það fór allt í fuck. Já. Og afleiðingin er að þetta var ekki mjög gott Þetta? Meina, gerð þú svipir? Prófaðu. Nei, Þetta er ekki það auðvöldast að maður gerir, Nei. sko. Nei, ég ætla ekki að gera svipir því ég veit að hann verður ekki góður Ég er að fíla samt Ég var bara, veist, að pröfa eitthvað. Já, ég Núna er að veit fí- ég, veist, fyrirgjöð. Já. Hvað sagðir þið sniðut? en hann var bara alltaf langur, ég veit það Já. eftir á.
En ekki hætta að reyna. Nei, ég Guð minn góður. Jú, nú er ég hætti Ertu hættur? Nei, bara hætti Nú hættir með podcastið 10 þáttur, 10 þættir, alveg nóg. 10 þættir, alveg nóg. búin 10, það er ekki fleiri fingur en það nema að maður er svona manneskja úr kjarnorku veri þá getur hvað sem er fleiri putta og það getur ekki fleiri podcast þetta Voruð þið búin að sjá derúna mína? Já, Mighty Ducks Já. Vel Hún er gert. töf. Mhm. Flott húa. Flottir litir. Flottir litir, maður. Þú varst ekki viss hvort ég myndi veit hvað það væri? Ha? Þú varst ekki viss hvort ég vissi hvað það væri? Þegar þú sendið mér snappið að þessu Jú, var það ekki? Ég vissi, mig gruna að þú vissir það. Þú varst ekki viss Ég var ekki viss. En varstu viss? Þú rétt slappst inn í Ég þetta. vissi. Þetta var alveg bara barnæsku myndin okkar allra held ég. Ég hef aldrei séð Mighty Ducks Það er Ég gæti hafa séð hann á stöð 2 eitthvað tíma en ég man ekkert eftir henni Já, var þetta ekki alltaf að spila jólin? Eða svona jólatímabilin? Náttúrulega ísokki mynd sko. Og Ísland er að keppa við þá. Var það? Já. Þeir eru ekki eitthvað vondir. Ég held að þeir heitið Vikings eða eitthvað. Talaði með þýskum hreim Og ykkur útlendingur, jú, á sjálfsögðu. Já Nei, það voru ykkur Íslendingar sem leika í myndinni sko. En ég veit ekki það voru einhver setningar sko. Já, ekkert, mér finnst það bara flott. Mér finnst öndin svo flott sko. Já, þetta er flott merki Ég ákvað að kom bara svona smá smooth af því við erum svo ógeðslega smooth eitthvað. Ég held að orðið sé þreyttir Já, ég held að við Við ættum að vera í svona hægindastólum svona í lári lýsingu já. This is the grooviest club in town. Svo þægilegt sko. The grey area. The grey zone. The grey thing. Eitthvað, anyways En já, fyrir vikunum þá ég heldur við delja matabóð fyrir vinkonun hennar What? Ég ætla að segja þér það Damn Gerum geðveikan mat og graflax í forrétt fylltu svínarhryggur í aðarrétt og frönsk súkkulaðikaka í eftirrétt Heit með ís Classic Geggjað. Og svo eftir á þá fóru þar eitthvað að pröfa að spila með munnstykkinu og þeim fannst alveg geðið sniðið þetta eitthvað og svo endaði þetta á því við fórum Það finna er að munnstykki í þessu tilfelli var sami Nei Fyrir aftan að Já, ég stæði fyrir aftan að rífa Sami ekki svona fast Sami ekki svona fast Það er svo síðan Við erum krakkar Svo fóru þetta út í það og horfum YouTube-vídeó sem þær hafa gert í skólanum eitthvað og ok tjekkum á hversu mikið auglahúmar þær hafa og sýndum Jóta Sigurlægið Já og þær sprungu og hlátri og ok sýna þeim sveppatínslu myndbandi okkar og þær mistu sig og ok svo fór það í Hálfdán nei og þær vilja meira svoleiðis Nei Jú, það verður að byggja framhald með Hálfdáni því hann var Framhálfdán Framhálfdán, já Meira Hálfdán Hann var sniðugur Við vorum alveg með, concepts fyrir fleiri dæmi Já Þurfum að taka meira upp Já, definitely í vídeoformi Greiðan Hálfdán Hann er svo Hann á enga vini Hann er bara svo latur Og hann veit ekki eins og af því Hann er bara svo ógeðslega Svo er ég að reyndar Þetta er ekki sama koncept og mér á bara þetta í hug núna af því að kannski sumir ég eftir að spá af því hann er í rafskullu hann er samt ekki að þykist vera lamar hann er bara hvað er hann? Latur Hann er ógeðslega latur en svo var ég að hugsa Little Britain þá var hann í hjólastól Já Hann náttúrulega er að þykjast vera en hann er líka náttúrulega ógeðslega latur En það er samt ekki saman koncept Nei Það er ekki sami karakter eins og við Nei Þannig að Bjarni hefur ágjur af því að hann sé að stela hugmynd Já, það er rétt Aftur komin í þennan En hins vegar það var þess að stelpar var unni með Geir af því að hann náttúrulega var að leikstýra EMB og þið veitir hvað Geir get næs og góður eða ekki Jú, hann er get næs Já Sjáu þið þetta og sýndi þeim þegar við fórum með eitthvað dussa og Já, það er hann eitraði fyrir okkur Hann var alltaf einstakt kvikindi hann Geiri Þetta var samt svo vel gert hjá hann Já, þetta er mjög sniðut Vel framkvæmt Fallega gert á hann og maður gjöf okkur smá Guðmi góður Herru, svo er ég ennþá að laumast í ískapin að fá mér dropa á sósun alltaf 9
og veistu, þetta er svo fáránlegt. Hún er svo allt og sterk, sko. Þannig að ég held við náum Geira með henni seinna. Er hún... Geir, ekki hlusta. Hann er ekkert að hlusta. Geiri, ég næðir. Ég mun En alltaf Geir er alltaf núna í útilegum úti eða eitthvað. Finnst það flott sem hann er að gera. Hann er bara með Poontang allan daginn. Poontang? Poontang. Hvað er það til? Vagina. Já, He be fucking. That's what he's done. He's fucking. He's intense and he's fucking. Með kæristinn úti, ég er alltaf að njóta þess að vera með kæristinni. Já, eru þau að ferðast bara Já, they fucking. Gett fyrstu vikurnar sem að voru úti, þá var bara búin að vera bara ferðalag fucking. Ferðalag allt þannig kring. Hvað gals er í þessu, Anna? Ég veit það ekki. Og svo eftir að byrja hann að vinna á The Farm hjá fóruðurum hennar. Já, ok. Er það þarna bóndabílið með cannabis eða var það nálagt? Ég held að það vera nálagt, ég held að þau séu ekki með cannabis þar. En það er löglegt í því ríki. Já. Og Oregon? Já, Oregon. Colorado. Oregon, Colorado. Ég man ekki hvort það var. South Park, Colorado. Og já, hann segir að þetta sé eitthvað svona hippa bær. Já. Sem að er... Ef þú myndið þekkja Cecily vel, þá Já. Ha? Hún er svona smá hippi í sér. Já, ok. Nútíma dansari. Já. Einu sem hún passar ekki hippa, það er hún er rosalega mikið fyrir stjörnufræði. Ok. Það passar geðið mikið fyrir hippa? Nei. Er þetta að tala um astronomy eða astrology? Já. Nákvæmlega það sem ég var að hugsa, sko. Astrology? Sem sagt stjörnufræði eða skoða þú veist ljón, krabbi, ertu Hún er stjörnufræðin ekki skoða Já, ok. Setta þessi líf á öðrum plánundum áhugulegis. Ok. Já, ok, cool. Það er ekki hippatóð, finnst mér. Þeir eru alltaf að finna habitable planets núna. Hvað heitir það á íslensku? Lifandi plánetur. Já. Er það ekki? Jú. Það sem að fólk geti búið. Yes. Það er alltaf svo langt í burtu. Og þeir heita gett astanlegu nöfnum. P94. Yes, það er bara svona flokkarnafn. Ég eins og sá fréttundaginn og ég átti mjög erfitt með að vera fullorðinn þá. Fullorðinn þroskaður. Það eitthvað með Uranus að gera? Já. Yeah. Hubble spotted something massive coming out of Uranus. Þetta var eitthvað skíastrókur sem kom frá plánundinu. Yes. Það er svo erfitt að vera fullorðinn þegar já, það er rétt. Haha, but. En svo eru þið búin að sjá It? Nei. Ég fór að sjá nýju Blade Runner. Hvernig er hún? Hún er mjög góð. Er það? Yes. Eru þið búin að sjá hana? Nei. Ég er svo forvitinn að því að það eru svo fáir sem ég þekki búin að sjá hana. Ég er svo forvitinn að vita hvort að öðrum fólki finnst hún góð. Ég fór svo nýju Kingsman myndina. Er hún góð? Mér finnst það mjög góð. En eru þið búin að sjá undir trénu eða? Nei. Ég sá það aldrei. Þannig við erum allir búin að sjá við förum aldrei saman í bíó. Þannig við höfum ekkert að tala. En það er eins og einmynd sem við höfum allir ábygglega að fara á. Í desember. Já, nýju Star Wars. Nýju Star Wars. Hvað er 15. í desember? Definitely. Ég fer á hana til Bandaríkjunum. Nice. Veitu, hvenær ferðu til Bandaríkjunum? Nei, ég get ekki. Nei. Þú missir af henni? Ég fer á snemma. Já. Já, þú er komin aftur. Mér langast að horfa hann úti. Já, í IMAX. Já. Það var samt mjög erfitt að fá miða, sko. Það er náttúrulega IMAX núna komið í Íslandi, ekki? Já, ég veit ekki. Smárlundin allavega komið IMAX. What? Er ekki allt? Það var tekinn og sér sálu bara allt hreinsað út, allt sett allt upp nýtt. Hljóðkverði í gólfið. Það er geggjað, maður. Þau ertu að fara, ef þú vilt fara að sjá nýju Blade Runner, mæl með að fara hann í bíó með bara sem mestu hljóðgæða og þannig. Þetta er akkurat svona mynd sem þú vilt horfa á í bíó með surround sound og allt saman. Er ekki surround í öllum bíó? Það er Dolby, hvað? Dolby 7.1 7.1. Eina sem ég finnst leiðilegt í bíó eru oft sætin. Ég veit ekki hvernig þetta fer í þig. Þau eru fín í Egilshöllinni. Það ætla að fara bara í fyrsta sal 1 í Egilshöllinni. Það er bara geðvögg setið það, sko. Já, kannski. Ég fer ekki nóg mikið í bíó. Þeir eru orðin svo stór. Ef þú ferð í gömlu bíósalina, þá er oftast aðeins þrengra. En í flestum nýjum sölum, hvað sagði ég? Aðeins þrengra. Já, Hvað mér óvart hvað bíósalurinn á Akureyri sem fín? Já. Alltaf hann var tekinn gegn fyrir ekki svo lang held ég. Sætin eru reyndar ekki góð.
En þeir eru samt með, þetta er luxus og venjuleg sæti. Já, það sætið svo fyrir ofar þá er svona sér luxusstúka sem er með svona þælum lazyboys. Já, ok, þannig að ríka fólki getur hort niður á fátækum. Já, borgar 1000 krónur meira og færið luxussalinn. Já, þetta er svona eins og ég veit það ekki, ég ætla að segja eitthvað, ég man ekki hvað heitir, þannig að ég Yfir stjættar High society. Ég ætla að segja eitthvað, hvað er í Gríklandi eða Róm? Æi, þegiðu Bjarni. Keisari. Hættu þessu bara. Hvað er í Gríklandi eða Róm, Bjarni? Æi, þessi hann að þeirra, æi, þegiðu bara, Bjarni. Hvað? Guðirnir. Fjalli Olympus. Pizza. Fólk í togas. Salat. Er það í svona sloppum? Með salat á haustnum. Já. Taco Bell. Save. Já, en svo hérna Kaliforníu eldarnir. Já. Það er hræðilegt maður. Það kveiknaði í Kaliforníu. Það kveiknaði í Kaliforníu. Fjölskylda sett Michelle Bird býr og lent sett 4 í fjölskyldanar. Það var að flýja húsið sitt. Damn. God damn it. En hún sagði að þetta er allt svona fólk sem getur lifað á engu þannig að þau spjara sig og koma sér upp annars þar. Alright, en þau eru öll lifandi Þau eru öll lifandi og öll alveg full heilsu. Veist að þetta hafi ekki gerst í Oregon? You would be high. Ertu að tala svo að geiri myndi brenna? Nei, allir hippar, þau þurfa ekki hús. Það er ekki mjög vinalega sagt. Vita aðeins? Þetta er racist. Hvernig getur þetta verið racist? Hippar þurfa ekki hús? Ó. Þetta er bara velnætt fólk. Það er racist gegn hippum. Er það hægt? Það er ekki það? Ó. En hérna, já, mér finnst það ræðilegt. En spáið samt í því, þetta gerist í þurrkum og svona. En spáið hvað er auðvelt ef þú ert bara eitthvað geðsjúklingur í Kaliforníu og það er spurning hvort einhver hafi bara lagt, þú veist. Já, hvort þetta sé bara sígaret át bíl. Já. En hvað er auðvelt að búa til, bara gera hryðjuverk, bara með því að kveikja einhvern skó. Ákveður er fólk að vera með sprengjur og eitthvað. Já. Það er ekkert að reyka þetta aftur til þín. Það er ekki að drepa þau. Af því þetta er svo mikil eyðilegging. Það er núna, þetta er svo mikil eyðilegging og málið er að þetta er svo, að því að hugmyndin með hryðjuverk er að þú vilt oftast hafa það targeted. Þú veist, þetta er svona general destruction og þú fyrir þá sem sagt, ok, eyðileggingin er geðið, þú veist, mikið og kostar geðið mikið. En ef þú hugsa effektiv í að drepa fólk, sem er geðið, þú veist, dark way til þess að hugsa þú veist, bara skilvirkni í að vera hræðileg manneska, þá er þetta ekki mjög skilvirk leið til þess að drepa fólk. Nei, alls ekki, en hérna, nei, kannski ekki. En að skemma drast. Já, en þú veist, þetta skemmir alveg fokk mikið af hérna. Og fer vel í fjárhag Bandaríkjamanna. Já, nákvæmlega. Já, þannig að þú veist, Al-Qaida hefði alveg geta sagt bara, hei, Habib var hérna og kveikti í, sko. ISIS er örgulega búin að segja að þeir gera þetta. Ef eitthvað gerist, það er náttúrulega málið, þú veist. Þeir eru ekki lengi að. Nei, þú veist, það er svo hann að gaurinn hann í Las Vegas sem snappaði. ISIS sagði, við gerum þetta. Já. Kannski gera þeir ekki neitt. Það er bara eitthvað svona, hversin sem eitthvað slæmt gerist, þá bara kemur svona. Það bara á sig. Það kemur bara svona Twitter, það er bara svona eitthvað gaur með Twitter að gang. ISIS did it. ISIS did it. Sem er reference. Og getur ímyndað eitthvað svona hreiðurka hoppur, við ætlum að fljúa á törnin og það er svona, það búið að gera það. Þú veist, það var ekki cool. Það er ekki original. Eitthvað svona, einhver bjarn og terroristi. Það er ekki original. Nei, þetta er ógeðslegt og hérna, ég held samt að þeir löggan stendur sig ógeðslega vel að koma í veg fyrir samt hérna hryðjuverk. Alveg virkilega góður í því og núna er í gangi mikið þessir Twitch hérna streamerar, livestreamer, gaurar hafði ekki heyrt að vera svattaður. Jú. Það er ótrúlega mikið núna. Það er fucked up. Þegar sumir streamerar eru hættir að spila bara tölvuleiki, heldur fara þær út á götu og eru bara að taka upp lífsitt, skilur. Já, það er bara svona livestreamer. Ice Poseidon er einn af þeim. Ég held að það sé búið að svatta hann 37 sinnum. Holy shit. Já, hann er alltaf bara einhver staðar. That's what you get. Og ef að, hérna, það er náttúrulega, það eru 20 eitthvað mann sem að horfa á hann, livestreamið hans, og þeir eru alltaf að, hérna, þeir sjá hvað hann er, og ef hann er inn í einhverju búð eða einhverju veitingastað, þá ringja þeir inn sprengjuhótun, og löggan er alltaf að taka hann.
Ég meina, já, bara that's the world they live in. Já. En talað Twitch og livestream alltaf núna í gangi sett fórkeppni fyrir heimsmeistarmóti í League of Legends. Það er rétt. Já, og sett, ég held að sé Heyrna tónlist nú að vitlaust. Var allt öfugt. Já. En já, og ég sett gaman nefna það að það horfa fleiri á sett það heimsmeistarmóti eða heldur en alla olimpíuleikana. What? Og það er verið núna Hefur hort á League of Legends competitive. Það er fucking spennandi sko. Ekkert smá. Delia horfði með mér á quarterfinals. Það er hún bara það kom einn að bardaði í gangi og það bara hvað er í gangi, hvert á ég að horfa? Ég svona, já það tekur smá þjálfun að vita hvað er í gangi. Já. Ok, þannig að hvað er LCS Twitch Nei, þetta er Riot Gaming. Já, Riot Gaming. Er þetta streamað þar? Já, þetta er Riot leikur. Er þetta hérna heimsmeistarmótið? Já, þetta er sett núna finals fyrir heimsmeistarmótið. Já, sem að þeir eru basically að finna út hvaða lið fara í keppnina. Já, ég skil. Og núna eins og þá er sett lið frá Vietnam sem er bara ósigrað. Damn. Og það er í leiknum með sett, já. Hvað er þetta, nokkra miljónir dollara? Það er einhver bara gigantísk amount, af því að þetta er svo ótrúlega vinsælt. Og þeir sko eru, það er alveg fyrirtækjum styrkjað og þeir búið sér húsum og eitthvað. Já. Og spila 8 klukkutíma á dag og fara í ræktina, borða holt, skrifa samning, það er bara íþróttamaður. Vá. Af því að þú þarft að vera í, maður kannski ímyndir sér ekki þannig, en þú þarft að vera, þú mátt ekki vera gett þreyttur alltaf. Nei, eins og daginn þá komu 3-way tie, þú þurfti að spila og yfir heildina var allir dagur 8 klukkutímar. Vá. Af hverju er þetta ekki bara eins og eitthvað match í, af hverju er þetta svona langt? Nei, af því að þannig að stuðstu leikirnir geta verið, það er kallað hérna Surrender at 20. Já. Og það er svona að leikinni geta verið mjög stuttir, en þú veist, af því að þetta eru alltaf próspilarnir, þá fara þeir ofta upp í svona klukkutíma mögulega lengur per match. En hvernig virkar þetta, þú veist, er þeir bara búin að max, hérna, þeir ráða hvaða karakterar þeir eru og... Já, þeir velja karakterar. Þú byrjar á að banna karaktera, banna karakterar sem þú vilt ekki hitli eða þú getur spilað. Já, allir bæði liðin geta valið úr sama pool af karakterum. Ok. Og þannig að ef þessi gaur byrjar að velja og velur þennan karakter, þá getur enginn í hinu liðinu valið þann karakter. Okay. Þannig að þú veist, það svona skiptist þannig á milli. Og taka fram hérna að hæst launaðasti spilarinn er Dani sem er Björgsen. Björgsen. Og hann er með $85,000. Wow. Fyrir á mánuði? Nei, hvernig virkar þetta? Þetta er bara sem hann er búin að fá in the league. Já, ok, sem hann er búin að fá. Núna erum við að horfa á og bara svona summer split sem er bara minni keppni. Það er $239,000 prize money. Hvernig? Minnst það frábært. Fyrir mig yfir í e-sport. Hvað feitaból er þetta? Jólasveinninn? Hérna, hann með skinn. Þetta er hérna Grog, með mig. Nei, hvað er hann? Brewmaster, hvað sem heitir? Sett LOL 2016 í fyrra World Championship var $5 milljónir. Já. Eða $5,070,000. Vá. Þetta er magnað. En svona, þetta er ástæðan fyrir það sem mikið peningur bak þetta er að því að þetta er svo vinsælt að horfa á og þar sem fólkið fer, þar fara stóru fyrirtækin og við viljum auglýsa okkur hana. Orkudrykki, það eru tölvuleiki fyrirtæki, eða hérna, nei, tölvufyrirtæki, AMD og eitthvað. Razer Razer, já. Þægileg vinna. Stressandi kannski, samt. Já, þú ert í svona há líki og hérna. Já, sko, þú veist það bronze, silver, gold, platinum, diamond og challenger. Það er líkin sem þú ert að vinna þig upp í og þú ætlar að taka þátt í þessu þú ætlar að vera challenger. Já, þú verður að vera svona sagt hæsta levelið í hæsta ranki til þess að geta og það sko það sem ég ætla að segja er nú erum þú út um mér, haldur hann að tala. Er einhver hérna nú settir mig á ég man ekki hvað ég ætla að segja. Hvað talaðu þér? Er þetta að pæla hvort það sé ykkur svona, þú veist, dedicated íþróttamenn eða hvernig? Nei, ég veit að eru það sko. Já, núna maður hvað ég ætla að segja. Þú sagði að það væri svaklega pressa á þér. Já. Það var leikur daginn hjá Fnatic sem er ekki bara LOL, þau eru líka í CSGO og fleira. Rocket líka og eitthvað. Og sá sem var að karja liðið daginn, hann gerði ein mistök og það kostaði leikinn. Karja liðið? Já, hann var bara bestur?
hann var að karja liðið að sigrunum. Það tala carry í tölvuleik, þá þú veist, ef þú ert sá sem ert að gera mest, bera liðið þitt. Ég veit hvernig þannig að það kom sér bara svona. En af hverju voru þeir ekki að hjálpa honum að þeir eru að hjálpa honum, en þeir eru að supporta, en hann þarf að, hann er, þú veist, hann er frontinn á spjótinu. Þeir eru bara, hann er Leroy Jenkins. Þeir þarf að vera kringum hann, en hann gerði mest að hann var einn og fór einn á móti öllu liðinu. Það kosti að hann bara dó og hann bara gróf sér niður. Það facecamaði öllum og hann bara gróf sér niður, bara shit. Hann klúðraði þessu. Og já, sett kóreska liðina frá Vietnam. Það er búin að setja fram 2 met núna. Það eru kóreska liði frá Vietnam. Ég var einmitt að spáði hvort þetta var rétt. Það er sett lið frá Vietnam sem er það er Vietnamese og kóreubúar í liðinu. Þeir kalla bæði kóreust og Vietnamese lið, en þeir eru búin að slá 2 met. Það var hæsti damage per one character in one teamfight. 2 damage! Sem var 11.000 og eitthvað í einum teamfight. Sem er frekar mikið með að stór Buffy gaur getur verið svona 4.000 einn, sko. Wow. Þetta er mjög mikið. Og svo gerðu þau líka stærsta comeback ever. Þetta getur verið mjög ruglandi fyrir svona fólk sem hefur ekki spilað töluleiki, en þetta er mjög vinsælt. Og það var eitthvað svona tal það, spurningin er, þú veist, hvort það ætti að keppa í töluleikjum á Ólympíuleikunum. Já, það er ennþá á borðinu. Það er ekki búið að taka hennar ákvörðin í því. Nei. Þú getur garantera, ég er svo hlakkast til að ef þeir segja já, þú veist, það er cool, þá myndi ég actually horfa kannski á Ólympíuleikana. En það var svo spennandi, mér er svo skemmtilegt líka að sjá, þú veist, allt gamla fólki sem er svona, hvað er þetta? Ég skil ekki, ég er gamall og ég kúka í bleiu. En það sem er lagt í, eins og bara heimsmeistara mót, uppsetningun á þessu. Það er bara, það er rugl, að horfa á finals, bara síðasta leikinn, það er bara, það er rugl. Já, líka, og production quality er svo fucking cool. Við fórum á Ramsson-tónleikana, það er svipað mikið sjó bara á síðasta keppnistil, það er svaka, það eru tónleikar, það eru flugelda, það eru, og þú veist, sviðið er sett upp og allt þannig, og þetta er bara svo, þetta er gert svo professionally. Ég þarf að tjekka á þessu. Best of 5 eða eitthvað sem voru að vinna. Það spilaði bara aftur. En hvenær var svona vinsælt að horfa á fólk spila tölvuleiki? Það er ekkert svo langt síðan. Það hefur verið, þú veist, það kannski, þegar maður hugsa þú veist, að horfa á fólk spila tölvuleiki er, þú veist, það er kannski alltaf gaman, þú veist, eins og að horfa, þú veist, á PewDiePie eða Markiplier eða það, þú veist, að horfa okkur svona gaur að spila tölvuleiki, en þú veist, að horfa á competitive. Já, ég hef meira gaman að því að horfa á þá. Það verður kannski byrja með, þú veist, eins og þegar Halo 2 var, þú veist, svona hvað voru fyrstu competitive leikinir sem þú veist, Counter-Strike, Halo, Dota, Starcraft, já. Að horfa reyndar á competitive Starcraft er bara svona að sjá þessum gauðir sem eru bara svona LinkedIn. Af hverju þurfa að gera svona mikið með puttunum? Það er talað hotkeys. Þeir eru með hotkeys. Þeir eru alveg svakalega snöggir. Í staðan fyrir að fara þangað, klikka, þá bara eitt og eitt taka, þá kemur þetta. Hvað heitir þetta? Starcraft? Starcraft 2. Og það eru kóriumenn sem eru líka byrjulega því. Það er kent alveg kóriumenn sem sagt, þeir eru bestir í. Ég hef lentið því að það var hringt í mig klukkan 3 nótt og beðið mig að koma að spila einhvern tímann Starcraft af því að vantaði einn. Af því að það var bara að talk crap down to someone. Hann ætlaði svo að fara að vinna, sko. En sem sagt, ég er að hala svona competitive, sem sagt, að horfa á það competitive skipulagi, ég held að það kemur kannski kringum 2010, 2011 kannski. Er það of seint? Nei, það er eitthvað. Ég byrjaði að spila, jú, LOL kemur 10. Fyrsti leikurinn sem ég man eftir að horfa á competitively var League of Legends. Nei, það var Starcraft 2. Það var Starcraft 2. Nú voru ég að horfa á Starcraft, einhvern Arsjumann spila eins og hann hafi aldrei gert neitt annað. Hann YouTubeaði Starcraft Asian. Er það racist eða? Skrifaður Starcraft 2? Nei, Starcraft Asian. Þetta er racist. Starcraft Asian og ég fekk bara upp þennan. Sjáðu, það er ekkert að gerast. Jú, það sem hann er að gera er að setja skipanir sem tekur svo tíma fyrir hann að fara í gegn. Já. Sjáðu, þú veist, hann er bara milljón á lyklaborðinu. Samt er hann ekki að horfa á neitt nema eitthvað. Ég þarna er hann sko eins og með. Þetta er herrkjörnsku leikur. Já. Þannig að það er svona slow build-up. Þú spilaði hérna Age of Empires.
Ég líka. Ég sé að þú er Nei, spilað þú spilar. Þá ert að búa til kalla Já. og minor Og þú veist, hann er að gera það þarna. Já, þannig að það gerist ekki neitt fyrir en, þú veist. Nei, ég veit það sko. En Já. það er það sem ég segja, þetta byrjar hægt. Hvernig verður hann þá eftir 20 mínútur að þessu? Nei, það er alveg máli. Ef hann er að spila þetta vel, þá gefst hinn gaurinn upp eftir 10 mínútur. Ok. Af því að En ef hinn er jafn snöggur og Nei, líklega það er máli. Þá verður leikurinn fer inn í, þú veist, late game. Það er að tala um, þú veist, early game, mid game, late game. Og ef þú ert geð góður, þá getur unnið leikinn að því að, þú veist, eins og ef við tölum aftur League of Legends, sem sagt, sumir karakterar, eða sumir, þú veist, playerar, eru mjög góðir late game. Skilur Sem championar fyrir Já, sem championar eru mjög góðir late game. Byrjaði illa. Og þá viltu sem sagt reyna, þú veist, að við spila defensively. Þú veist, það er hellingra strategy í kringum þetta. Þú vilt spila defensively upp að þeim punkti þannig að þú getur farið að hérna setja Safna pressuna. penning, keftir þetta Og þá einmitt við hitliðið reyna að sigra sem fljótast. Þannig að Ég veit ekki neitt. Já. Ég spila bara Battlefield 1. Mér langar að spila Battlefield. Hann er allt í lagi. Ég held að ég var að klára Divinity og mér vantar einhvern nýjan leik til að spila. Ég finnst að það var til að taka hérna paintballin sem gert úti. Það eru ekki með sniper rifle paintball og vera með Já, hérna Airsoft. Já. Við erum að taka Airsoft. Airsoft þetta er svo flott sko. Að spila live Battlefield. Það er ekki ekki það. Það er ógeðslega erfitt samt. Ég fór í paintball síðasta sumar. Nei, í sumar. Ég man ekki. Hvernig giftist Stefán sig? Guð mig góður. Sorry Stefán. Nei, síðasta sumar. Ég myndi ekki gera það. Segði bara síðasta sumar. Ok, einhvern tímann. Ég fór einhvern tímann í paintball. Og grímannar eru svo vondar. Fyllast allar af hérna móðu og viðbjóði. Nei. Hvað var ég? Hún var kannski öfug á mig bara. Nei, og andar kannski mikið. Panikaru í þannig Já. situations. Nei, svo náttúrulega var ég er ekkert búinn að vera í neitt besta forminu mínu. Þannig að maður hleypur aðeins. Heyrðu, ég var aldrei skotin. Ég fór núna þegar vorum að stekja ekkert minn og ég var alltaf skotin. Ég er svo hræddur. Ég var rókin. Já, þú charger inn með þannig til að ná í fánan. Já, líka við fórum bara í deathmatch. Þá, ég náði að lauma mér framhjá allstaðar. Var alltaf með cover og lauma framhjá og var komin aftast á. Já. Ég var að muna, sorry. Já, Bjarni. Besta, ég náði headshot einu sinni. Það er svona píramíti, þetta er hérna í Grafarvoginum. Já. Og hafið séð píramítan? Já. Það var einhver náungi sem var hélt að vera ógeðslega sniður. Ok, þetta er ekki alveg svona fyndið. Og ég sem sagt lá við píramítan. Eða svona var krjúpandi við, ég var í prón. Og hann er að reyna að tróða byssin út úr lítið gat á píramítanum til að fara að skjóta mig. Ok. Og ég sé þetta. Og ég skýta hann í grímuna. Svo bakkar hann út úr hólunni. Svo heyrðist bara þá loka hann ekki hólfinu fyrir paintballkúluta sínar. Hann misti Þannig að ég sá bara headshot og svo bara svo svo þetta fyndið í minningunni. Já, svo þegar við fórum hérna með MB. Það var mjög gaman. Já, þegar við slóðum metið þarna. Já, við vorum saman lið og við vorum bara Já, þá var ég held ég að skota einhverju 5 eða 6 kúlum yfir 5 leiki. Nei. Jú, ég sleppti alltaf bara skjótt. Ég bara laði byssum niður og hljóp neð fánan, stakk mér hún í grifina og við vorum alltaf bara covering fire. Nice. Það er gott. Ég gat ekki neitt í þessu nema þetta eina skot af því að sá aldrei neitt hvað var að gerast. Svo má maður ekki taka grímun af sér við þetta. Nei, það er stranglega banna. Þannig að ég faldi mig bara í grasinu eins og alveg hermaður eins og ungur hermaður í seinni heimsstyrjöldinni. Bíðandi eftir að ég komi. Góðu, startu upp, Bjarni. Startu upp, maður. En hérna Airsoft gæti verið sniðut. Meira fyrir mig held ég heldur en er það hérna í bóði? Ég held þess ekki bóði hérna. Þetta er bara eins og loftbyssu þú veist með svona plastkúlum. Man eftir við fórum í hérna. Ég er að tala um að fara ekki Airsoft paintball. Hvað er það? Það er, þá getur við verið með rifla, paintball rifla sem ekki eru ekki séð það. Ég held við varum að tala um það sama. Airsoft, hafi ekki séð Airsoft keppnir. Það er bara eins og alveg stríð. Þeir eru með handspringjur og basúkur og hérna miniguns og Uzis og allan pakkan sko. Já, þannig við hérna NBA-dæmi er sem sagt að við áttum allir svo mikið að skotum eftir að það var svona free for all. Já. Sem sagt eftir keppnina, þannig vorum að klára skotin og ég tók hana platoon.
og allir fóru að skjóta hann í miðinu. Er ekkert vont að fá þetta í sig? Ég hef aldrei Þetta er Jú, það getur þú veist, þetta er vont, þetta er meira svona óþægilegt. þetta er ekki eins vont og þú myndir ímynda þér ef þú hefur aldrei farið í þetta ef þú hefur aldrei verið skotin með þessu. Ég myndi allan að vera þannig. Kannski þú veist sumir sem hafa sérstaklega farið fengið verðar út af þessu. Já, þegar við fórum þegar við fórum að stekja vinnu minn þá endur við á að við áttum gett mikið kúlumættir. Þá var hann út að hlaupa framhjá og við dritaði á hann en hann gafst upp, hann náði ekki að fara fram og tilbaka, hann gafst upp bara að fara yfir. Þá þetta voru bara helmingarna kúlum sem átt mettir. Þannig að þá stegi einn vinnur upp og ég vil langar að pröfa það. Okay. Og ég er með myndir á þessu, þetta er bara Eru þeir að fá mikið af kúlum í sig eða? Í þessu? Já. Ok. God damn it. Við erum ekki lélæra með það, sko, við erum mjög góður með það, sko. Mér er svo gaman að sjá kúluna fara og lenda á einhverjum. Springurinn, máling. Gaman að skjóta aðra. Þetta var, við vorum ekki, þú veist, að því ég var ekki að drekka í stekkjunni þegar við fórum hann í paintball. Þannig að og þeir voru eiginlega ekkert byrjaðir af því að við ætlum í paintball, svo ætluðu þeir að fá sér, þú veist. En það var annar hópu með okkur sem var að halda upp á ammali eða eitthvað. Svona douchebags. Blind fullir og skemmtu þetta eiginlega alveg fyrir okkur, sko. Það var svolítið svo bara eftir okkur þegar við vorum að fara að það. Heppin. Við vorum að drekka þá. Nei. Við vorum með Monster. Jagameistar og Monster. Og það, þú veist, það var bara ég sami. Við vorum mjög áttilega rútin með litlar jagameistarflöskur og svona hella hún í Monster. Og já, þetta var í bekkjarferð. Nei, í skólaferð. Ekki segja neinum. Þetta er alltaf, við vorum hvorir í stjórnana. Já, það er enginn sem getur gert neitt í þessu. Nei. Sorry. What? Hvað gerist? Akkur er þetta að segja svona hræðilega hluti, Bjarni? Já, hefur Jóhann ekki gert nóg? Hann Já, nákvæmlega hann. Já. Hann Já. Þú er bara þannig. Ég klippi þetta út. I'm dead sexy. Nei, auðvitað ger ég það ekkert, Kristján minn. Við erum ekkert í þessu, sko. Já, Bjarni, það er þetta sem ég er að tala um. Ok. Paintball Sniper. Crazy Paintball Sniper. Er þetta þá bara, þú veist, sjúklega góð byssa sem hann er með? Þetta er bara Þetta er bara gameplayið að fara yfir. Vá, og risastórt. Þetta er risavöllur, sko. Hefur ekki eitthvað dáið þarna bara í alvöru í einhverjum hamagangi? Ég það ekki. Ég vona ekki. Ég vona að ykkur hefur dáið í hamagangi. Þetta er svolítið eins og Airsoft. Já, hann er með myndavel hliðin á kíkinu sínu. Já. Og hann tekur upp öll skotin. Þannig ef einhver svindla bara Já, þeir gera það líka í Airsoftinu, sko. Skrítið, maður. Hvað er það er svo að segja að skjóta bara. Er þetta bara svona málingakúlur, eða? Já. Spes. Þetta Og hann að því að það er ekki það mjög kraft á þessum kúlum, það er svona að reikna með sko að hann lækkar og vindurinn og allt það. I need you clear a room. Þetta er mjög sniðut. Já. En mér finnst Airsoft sniður. Það bara pöntuðu ekki mikið Airsoft við sem að skjóta hvernig hana. Já. Jó. Fyrir mig inn í gamla slátur og gera svona eitthvað skemmtilegt. Það er svo hættulegt, sko. Það eru svo raunverulegar Airsoft byssunar. Ég var til að fara í paintball eins og SWAT er að fara í. Þeir eru ekki með skambur sem er bara paintball, þú veist, byssu hylki. Já. Hvað var aftur? Það var hann að... Nei! Ég er búinn að gleyma þið. Hvað er þetta? Nú gleymdi ég ykkur. What? Hvað er það að gera? Ekki hugmynd. Donatello var að mér á Facebook. Ég lendi í svakalegu face-rapi sem er alveg skellulegt orð en basically ykkur fórun á Facebook að því ég glemdi að skrá mig út í skólanum. Bara núna? Já, í vikunni. Já. Sem sagt, og þá var hann Aðalsteinn. Ég veit ekki hvort hann hlustar á podcasti, Aðalsteinn. Ég ætla að áta þig ef þú varst að hlusta, annars veist ekki að þig. Og það sem hann gerir, þetta er svona default bræðan, þú veist, þú getur verið get lame og þú veist, skrifa status eða eitthvað þannig. Ég er með tippi, Já, svona bravery. Yes. Já. Og eða þú veist, getur þannig. Það sem meðast hann gerir þetta mjög sniðugt. Hann fór sem sagt og addaði örugglega eitthvað svona 50 blökkukonum sem heita LaShonda. Ok. LaShonda Taylor, LaShonda eitthvað þannig. Og núna er ég alltaf að fá sem sagt
á hérna newsfeedið mitt kemur alltaf eitthvað Status from the hood. svona black memes, eitthvað þannig dæmi. Já, ok. Og ég held bara svona goddammit, af því að þú veist, ég fór þú veist í gegnum dæmi og var þú veist að finna allar þessar Lashandur og þú veist taka úr vinahólum, en það er svona creeper inn og svo kemur alltaf eitthvað svona status frá einhverju Lashonda Taylor í Bandaríkjunum. Það var svona Þetta var mjög gott hérna, góða brandari. Eitt sem ég gerði við, ég held að ég gerði það við hérna Eirík. Vinnur þín Lashanda á Burger King? Nei, ég held ekki. Er það þessi? Má sjá. Nei, Ok. það var einhver önnur Lashonda Taylor. En hérna, ég gerði eitthvað tímann við Eirík, bróður hans Geira. Jú, hann veit alveg af þessu, hann var búinn að leiða þetta. Er að ég fór eitthvað tímann á Facebookið hans, fór inn í hérna personal information, breytti sem sagt hefur áhuga á konum yfir áhuga á kalla. Og það tók mjög langur tími áður en að hann hérna áttaði sig á því að þetta var. Já, ég hef líka lent í þessu. Já. Gerði ég það við þig? Já. Cool. Mér finnst þetta langt skemmtilegt að gera þannig, af því að þú veist, þá fyrir maður að hölda sig, byrju, hversu lengi er þetta búið að vera svona? Þannig að það var hjá vinahópnum mínum, þá var hérna hinu vinahópnum mínum. Að hérna, þá sett var það, þetta var mörgum árum, þá hérna, ef einhver komst hérna á Facebookið, þá sett, og þú veist ekki face-ripað, þú varst skóplaður. Ef þú lentir illi, þá var sett prófílmyndinni breytt í skóplu, status, ég veit þetta og ég er með skóplu. Og svo eitthvað í personal set information með skóplu. Why? Bara þú veist, já. Ég veit ekki okkur, þetta bara byrjaði svona. Það er reyndar, það er fallega gert. Breyta bara prófálmyndinu í skóplu. Hvað var eitthvað, það var líka annað sem hérna, þú voru með hérna að fara á like-síður fyrir eins og BDSM-hópa og eitthvað þannig. Já, það er svolítið vinsælt. Það er svolítið vinsælt. Hefur þú lent í eitthvað svona Facebook shenanigans? Ekki sem ég man. Ok, farðu klóstið. Við skulum Leð mér að lokka mig út. Við skulum, Bjarni, Ég finn samt á mér að í einhverju pissupásunni eftir að Já, definitely. Definitely núna, eftir að við búin að tala um þetta. Úps. Goddammit. Taco Bell. Goddammit. Svona eru sunnudagar. Nei, þetta er bara rættist betur úr þessu. Er ekki sunnudagar? Mér er kallt. Það heyrði aftur. Hrætti, mér er kallt. En Það var svolítið random. Já, það virkaði. En þú veist, svona bara klassíkin. Lax, já lax er eða fiskur. Það er gott. Herru, ég var reyndar að hérna muna. Langaði þér ekki, þegar þú varst að horfa á okkur spila í gær? Þér langaði að vera með. Nei, ég fann það ekki þarna. En það var gaman að hlusta á okkur. Ef hann hefði setið yfir ævintýrinu þínu, þá hefði hann definitely viljað vera með, sko. Já. Það er ekkert þú veist, það sem er svo flott, sko, ég skil ekki hvernig þið hugsið. Af því að, þú veist, Jóhann er með ævintýrið og svo segir hann að, þú veist, er baksagan bara svona risastór að, þú veist. Hann bara útskýrir hverju gangi. Og við þurfum Og við erum inn í Og er hann þá með búin að ákveða Hann gefur okkur baselínu og svo þurfum við að ákveða hvað við gerum. En hann er samt þá búin að ákveða 5 eða eitthvað leiðir út úr. Já, hann þarf að vera tilbúin fyrir öllu. Sem Dungeon Master þá er eitthvað það sem þú ert alltaf, og þú gerir þetta líka þú ert að búið til tölvuleiki, þú ert að gera ráð fyrir hvað playerinn gerir. Já. Og þú veist, það er bara creative að sinna eigin þú veist, allar playerinn að fara að læðast inn, allar hann að gera beint árásavirkið, allar að verða að draugum og fara inn í herbyggi hjá gaurnum að meðan hann er bara eitthvað að stúdera og drepa hann bara allt í neitt. Það var eitthvað sem gerðist í mínu ævintýri. Þau breyttu sér basically svona drauga. Við fórum yfir á annað plane. Já, þau fóru yfir á svona the ghost plane, þannig að þau gætu bara labbað í gegnum veggina. Og enginn sá okkur. Já, fóru inn í skrifstofan hans, þar sem hann var bara eitthvað að chilla. Aðal vondi kall. Bara, veist, geðveitt power vondi kall. Já. Og allt er bara, Já, byrstust, drápan. En vanlega var að þau gætu ekki breyst aftur í drauga. Þannig að þau þurftu að berjast út. En hver flýgur ghost plane? Er það ekki Wonder Woman? Já, hún með invisible plane. Já, hún með invisible plane. Invisible plane? Yes. Invisible plane. Já. Það voru glæsin. Kraftpústið ofhetnaði, stýrisendin gaf sig og ég er alveg glóðsóltinn. Kemur á glæsilegum tíma. Við vorum að fá 4 tonn af sjávarsnætti. Þetta var bara lost út úr tolli. Já, þetta hljóma glæsilega. Já. Hver man ekki eftir sjávarnaslinu sem
gerði bókstala allt vitlaust á snarlkynningunni í Húnaveri 89. Ég meina, þetta er ekkert slóðar. Er brandarinn að þetta er slóar? Nei Það hefði verið high concept. Þetta er samt svo gott, sko, já. Ég var bara að munna að ég tók þetta til hliðar af því að það er svo sniðugar hérna snakktegundir hérna í boði. Ekki nema skrúðurnar. Hvað er þetta? Þetta er skets með Steinda og Já, ég ætla að grípa í einhverja klassik. Blágómastangir og dill. Nei, er það ekki bara eitthvað kuttstöf sem springur upp í Er það ekki bara eitthvað kidstuff sem springur? Ég man bara, ég grenjaði fyrir að sjá þetta fyrst 2009, og ég fylgdist með öllu hérna. Er það áður en hann fór á stöð 2? Þetta er, já, hann sem sagt byrjaði sem Steindi June, sem sagt bara sjálfur. Á YouTube? Já, með hérna, honum hérna, bara með vinnu sínum Moso. Já. Svo hérna fór hann á hérna Monitor, og eftir Monitor á Skjá 1 fór hann á... Var hann ekki með hann að Pick Me? Jú, með Pick Me. Já. Hvað var það? Pick Me. Og hann var líka með hérna, hann var presturinn hana, hvað heit það áttur? Hefur ekki séð Pick Me? Nei. Hvað, meiri kókumjólk? Meiri kókumjólk. Pick me. Nei, ég er í vinnunni, sko. Pick me. Ég er ekki það, ég er í vinnunni. Þetta var svona með fyrstu mýmum minna á Íslandi, en það var ekki búið að finna upp orðið mým. Þannig þetta var svona... Veistu hvað fann upp orðið mým? Nei. Richard Dawkins. Richard Dawkins. Og hvað? Hann sem sagt, orðið mým sprett af orðinu gene. Af því að gene sem er gen. Já. Sem er orð til þess að lýsa sem sagt erðafræðilegum upplýsingum. Og hann sem sagt fann upp orðið mím til þess að lýsa sem sagt upplýsingum eða sem sagt bara sem sagt hugmyndafræðilegum upplýsingum og hvernig þau þróast. Okay. Og fyrir gamla hólkið þá er þetta orðið meme. Það skrifa þannig. En kemur á orðinu gene þá er leiðindi mím. Hættið að segja meme. Já, og hættið að segja kassað. Þetta er hashtag. Kassað? Já. Hver segir það? Ég ætla að byrja að segja kassað. Það er ekki náma það. Svo gera það líka hashtag-merki með puttunum sínum. Kassað. Segja þau kassað? Þau segja kassað. Veistu, Kennararnir í MBA meðal annars segja kassað. Þetta gerir mig geðveikan. Á hverju? Nákvæmlega. Það er bara alls konar svona fólk að reyna að vera eitthvað meira cool en það er. Ég ætla sko að þýða þetta. Við erum cool. Við erum svona neutral, skilur. Fólk verður bara, ég veit ekki hvað að segja. Þegiðu, Bjarni. Það er svona að þeir eru að reyna að útskýra fyrir fólki eitthvað svona nei, ég er cool, af því að þá er svona, automatically verður ekki cool. Taco Bell. Þú var að nota það þrisvar, ég held að þú veist búið með kvótaðinn. Já, sjáum hvað Kristján segir. Búið með Taco Bell kvótan. Það er sunnudagur. Það er alltaf, hann kvættar það bara út. Já, hann kvættar það bara út. Taco Bell. Ok, sorry. Kristján, ef þú vilt nýmjólk, látt mig vita. Skrifaði komment. Nei, ég er ennþá að reyna að koma þig fyrir mig hver þið er. Já. En það gerist bara í róli hítunum. Hafðu samband við Bjarna á Facebook. Eða þú veist, eða talaðu á grásvæðið á Facebook. Adda á honum, segðu þetta ég og síðan bara unfriend. Yes. Við þurfum ekkert að vera vinnir á það. Send honum myndir af þér í nærbuxum. Í svona lace, rauðum lace bra. Flauðum Eatable bra. Nærbuxum og rauðum loðnum brjóstarhaldara. Ok. Já. Þú ert 18 ára, það ekki? Þetta var krútlegt ljóð. Taldu það, kanínan mín. Kanínan, maður verður að segja þetta hæga. Kanínan þín er búin að stekka svolítið mikið. Já, tvöfalt frá þess ástanda síðast. Já. Og hún er dúlla. Hún er alveg, It's freaking adorable. Yes. Og finna var sko að í ævintýrunum Jóns í gær, það voru svona, Jóhanns, fyrir ekki Jóhann, ekki drepa mig. Ég held að leikurinn væri bara ronin flóknari, þetta því þetta var ævintýrunum Jóhanns, allt í hennu var það Jóns, þannig ég var að spara hverju ég var að missa. Fyrir ekki, svo ég held að vera með þá er sett svona héra eða kaninu fólk. Og alltaf þegar hann var að lýsa þessu, þannig að vitu allir á sett kaninu. Rapid people. Þannig litið út, já, ok. Rapid people eða rabbit people? Rabbit people. Rapid fire? Ekki með hundaæði. Ok, Rabbit. Ef ég væri hundaæði
Það verður æðislega hundur. Akkur heita froskar samt frogs en ekki rabbits? Ég veit það ekki. Rabbit. Þetta ekki brandari, ég bara að spyrja. Af því að þeir segja rabbit. Minna akkur heita hesta þá, veist, hestar. Akkur heitar ekki ihuhuhuhu. Akkur heita kettir ekki mjás. Og hundar heita vofs. Það hefði verið auðveldar að skýra bara allt eftir hljóðum. Hvað myndir að kalla menn? Menn? Já, blablabla. Ég myndi að kalla menn Og hvað myndir að kalla konur? Samloka? Er konan þín alltaf að borða samlokur? Hún elskar samlokur sem ég gerir. Ég gerir svona 3 hæða samlokur stundum. Já, kallar það samlokur? Já, það var brandarinn. Ég mista af ykkur. En hérna Nice penis. Yes. Byrju, kalla Bjarni tippi sitt samloku? 3 hæða samloku. Með tannstöngli til að halda það á sínu stað. Ái. Með svona ólíf á endan. Hann bara referensa í sníklana. Bara hver undan að stinga. Ái. Sníkla? Já, alveg rétt. En við fórum út allt. Takk á Ben. Vá, við fórum eiginlega bara út allt á ofljótum tíma sko. Já, nákvæmlega, ég veit alveg svona misti þráðin. En það er nú bara sunnudagur og það er alltaf bara, þú veist, hvað gerist ef að koma engi view, þá það mínus 70 views? Það er spurning. Ég veit ekki hvaðan það kemur. Ok, ég þarf að þegar ég post á YouTube. Þetta var eins og hljóðast. Er þetta einhverjum rússnenskir rússnensk vélmenni að horfa á YouTube-myndum? Nei, ég skil ekki hvað þeim gengur til. Halda þetta séu, þú veist, heldur við séum að falsa view eða? Ég veit ekki. Af því það kom ekki, að það kom ekki like eða dislike. Ég veit ekki. Þú veist, getur þú haft samband við YouTube? Ég það bara heyri PewDiePie vinni mínum og sjá, hann hefur örugglega lent í þessu. Ég veit þið voru að tala um þetta. PewDiePie og hérna fleiri. Já, að þeir hafi lent í þessu, en þeir eru líka með mörg miljón views. Og 70 views þar. Nálega. En þannig að þú veist, að því að hvort það er hlut hvaðan þessi, þú veist, hlutfallslegt. Ef þetta eru ekki views, hvaðan koma þessar tölur? Valalala. Já, þú veist, the fuck's going on YouTube? Já, nákvæmlega, þú meinar að ef enginn er að smetla á vídeóin. Já, nákvæmlega. Af því það á að byrtast view í hvert skipti sem einhver smellir á. Og við getum ekki fengið fleiri en 1 view. Við erum múin að komast að því. Ekki fleiri en 1? Við töluðum það mástu. Já, Unnur sagði eða þið sagði, við getum víst fengið fleiri view bara með því að horfa á þetta aftur og aftur og aftur. Já. Það er alltaf, þegar ég horfa á þetta, hlusta á þetta aftur, ég hlusta á þetta og síðan vil Dillu heyra þetta í tölunum minni. Ég fæ samt bara 1 view fyrir tótið spilt 3 4 í gegn. Það getur þá verið að þessu búið að breyta þessu frá því, hérna... Hvað, fyrir 3-4 vikum? Nei, ekki fyrir það langum tíma, þá... Hvað er það? Nokkur ár síðan. Það er að koma jólstrákar. Er ekki fyrst að koma hrekkjavaka? Jú, það þarf fyrst að koma hrekkjavaka. Sett okkur spooky. Búningur minn næstu tilbúin, ég er bara að tala að mála augun og... Já. Ég er spenntur að sjá. Sami var mjög reiður yfir hvað ég sagði búningin hans gerð. Delia setja líka. Býtu, ég held að þú ætlaði ekki að sína neinu búningin. Það var bara borðið heima. Sá ég ætlaði að vera að spilast okkur? Nei. Svona, þetta er spooky. 'Tis the time of spooks. En svo var það spurningin hversu margir ætla í bæinn. Já, ég held sér að vinna hann. Ég bara hef enga hugmynd það. Býtu, já, það er eitthvað partí í bænum. Það er fullt af partí í bænum. Býtu. Er ekki 28. október? Jú. Sama þannig að það er hrekkjavaka og kosningavaka. Já, alveg nákvæmlega eins og í fyrra. Já, heyrðu þið. Já. Spooky kosningavaka. Og það er alveg rétt, ég og Unnur... Þú ætlaði með í bæinn. Erum líklegast að fara á hérna kosningavöku hjá Pírötum. Já, í Perlunni. Já. Við tölum ekki pólitíkir. Farðu sjálfur. Ég var ekki að tala um það, ég var bara að tala um að ég er að fara að drekka með pólitíkus. Já. Ég hérna... Nennir plís að fara sem sjóningi. Það, mér lang, þú veist... Heyrðu. Spurningin er samt, hvort ég er definitely ekki svo eini þannig. Ég pæla í fara hvort ég ætti að fara sem
sjálfstæðismadur eða eitthvað þannig og vera svona Bara sem Davíð Oddsson, please. Setti bara bauga undir augun og kontu sinna hérna Sigmundur Davíð. En hérna Verði í einum svona fínum skó og einum Nike skó. Sáðu þið í sjónvarpinu daginn? Hérna einhver flokksmaður pírata var actually með lepp fyrir augunni. Já, það er hérna Eva. Hvað? Því að barnið hérna klóraði hann í augunni. Já. Mjög fyndið. Sem var svona akkurat, já bara. Og hefði verið vont eða hefði verið einhver annar, Sigmundur Davíð eða Bjarni Ben. En þú veist, þetta var svona, þetta voru sérstaklega fyndið út því og já, píratar og allt það. En eins og þetta að sjá þú veist eins og Sigmund Davíð með lepp, þá væri maður bara eitthvað svona, það hefði verið svo fyndið. Með XB-merkinu. Já, reyna að vera gett alvarlegur. Af því hann er eitthvað með svona hann er svona andlit, það er svona, gerir svona, þá fer hann að munnurinn hans fram og hann svona svo stóra kinn og svona lítur út eins og svona leka úr andlitin hans. Hann er feitur. Þið heyrðu það hér fyrst? Nei, ég sagði þetta síðast af þetta í uppstandinu mínu. Já, ég líkt honum við eðlu. Ég borðaði bara bíflugur en ætti að fara mýflugukúrin. Það var alveg rétt. Og ég fokkaði brandaranum. Mér fannst það fyndið. Það var það, já, Ég veit samt ekki hvort það var blanda af það var fyndið og þú að fokka. Og það var svona krútlegt Bjarni að fokka. En þetta uppistand var mjög... Þú getur kannski svona kapitalisað á það, hvað þú ert krútlegur. Það veit að hlustandi sjá það ekki. Get ég ekki notað að ég sé stressaður? Þú veist, það er krútlegt. Mér fannst það ekki, mér leiði bara mjög illa með það. Já, það er alltaf. En þú veist, það virkar fyrir views. Ég er að lesa hérna aðeins tilbaka. Hvað var ég að hugsa með þessar hérna reglur? Af því að þú veist... Þið hlóðu eiginlega meira af sko bara þessu sem að þegar ég var hættur að tala um reglur. Já, þessu sem að þú komst með sjálfur. Já. Ég bjóð bara til þessar reglur sjálfur samt. Því ég held að þetta var ekki... Tilraun. Já. Og hérna, það verður önnur tilraun setna. Ég hlakka til. Það verðum að... Ég ætla að gefa mér aðeins meiri tíma heldur en hérna... Viku. Já, það var minni vika. Ég beila á fyrstu 3 af því að... Og svo beilaði upp í standarinn. Já, hann gerði það. Here's what you get. En hrekkjavaka á næsta leiti, krakkar mínir. Kosningavökur. Svo tekur bara við. Svo bara jólastemningi, geitin komin upp í IKEA. Hvað ætli verið lengi að kveiki? Sæði þetta síðast líka. Nei. Hvað ætli verið lengi að kveiki henni þesta ári? Ég ætla ekki að koma með veðmál því að þá getur þið bara kveikt í henni. Já, það er rétt. Já, það er mjög líklegt. Það sem ég langar að gera... Ég segja þriðjudaginn klukkan 8. Það sem væri hérna... Fyrir 5 úrskall. Þeir ættu að bara gera þannig sem þeir setja upp geitina og svo kveikja þeir bara í henni. Sem bara svona, þú veist, það er, þú veist, og það verður bara að brenna. Hafa gaman. Hafa þetta bara árlegt. Þegar jólun eru búin halda... Já, bara á 13. brenninu, bara... Brennum geitina! Og svo dansum við í kringum hana eins og heiðingjart. Sacrifice. Þetta er svona einhverjum lampageta á þetta eitthvað. Too soon að tala um eld. Já, Kalifornía maður. Við erum ekki að referensa það, við erum að referensa í árlegan þeng. Já, árlegan hlut á Íslandi. Já. Also, eldur er eldgamall. Pentakill. Hey! Var þetta lík? Þetta er League of Legends. Ef þú dreipur átt 5 kill í röð. Já, 5 kill á 30 sekundar fresti. Eitthvað leiðis. Já, það er svona basically mjög stöttum tíma. Þetta er líka. Þetta er eins og þegar, þetta er úr 3-4 ára gammalt þegar Master Yi tók Pentakill. Alveg rétt. Í asísku Summer Finals. Svona Bjarni minn. Ég þarf að tjekka á Þú verður að tjekka á þessu. Ef þú sjá mest impressive Street Fighter movie heimni, þá var það fuck. Ég glemdi því. Street Fighter Hvað heitir hann? Street Fighter 2 Hvað heitir? Bara svona Street Fighter 2 Ultimate Move. Ég man ekki hvað gaurinn heitir. Það er alveg impressive. Við getum horft á það þegar þátturinn búinn. Ertu að tala um er þetta einhver gaur sem að gera þetta í alvöru? Já, sem sagt í sem partur á móti sem sagt þeir voru að keppa og hann gerði bara Kötuslagsmál? Nei, Street Fighter töluleikur. Já. Og voru búin að sjá þarna þegar einhver vann og stóð upp og eitthvað fagna og næsti leikur fór strax í gang. Já, jú, ég sé það. Og þá hverju kom bara og rústaði hann og stendur. Hann hélt að hann væri búin að vinna. Damn. Það eru menn sem að overcocky klúðra í lífinu líka. Svolítið fljótfærir og Kleinurhingur.
En pældi, hversu mörg þúsund manns, mörg 100.000 manns Var þetta ekki fara bara úrslita leikur? Jú, Já. en ég segir eins og League of Legends, mörg 100.000 manns fara að horfa í stúkum á þetta mót. Þetta er magnað. Það er gegg stemming. Borðaða kleinurringin. Ég er aðeins. Og síðan nokkur miljónir sem horfa á þetta á netinu. Þetta bara farið við views hjá League of Legends. Ég ætla, hvað leik var þetta að spila? Þetta var, ég leita þessu, ég skoða þetta heima. Skoða þetta heima hjá mér. Þetta er töluleikja podcastið. Já, af hverju ekki? Minna, við erum allt bara. Yep. Við ætlum að vera með svona food review dæmi. Já, við ætlum að vera með þannig. Við ætlum líka að vera með bjórreview. Bjórreview og food review. Við þurfum ekki að gefa út jólalaga diskin að sjóa. Já, ég þarf að byrja að taka hann upp. Nei, ég er að tala fyrsta. Já, fyrsta. Fyrsta jólalaga diskin. Já. Nú erum við bara kleinurinn. Já, það Ok, fyrir mig það hérna. Það hlýtur að geta fundið það fljótlega. Holy shit. Yfir 49 klukkutímar total game time, þetta er 2016. 370 milljónir total hours of live eSports viewed. What? Þannig að þú tekur saman allar klukkutímana sem allir voru að horfa, þá er það svona mikið. Hvað er þetta margir dagar? Ef þú tekur hann tíma Og deilið niður með ja. Holy poop. Ó. Hvað er þetta að deila? Já, 370 miljón klukkutímar. Vá, maður. Deilt með 24. Þetta eru svo mikið sem What? Ég hef aldrei séð þess að 15 miljón dagar 15.416.666 Deildu þessu með 365. $42,237 ár af views. Wow. Bara yfir LGS í fyrra. Já. Jesus Christ. Þetta er í fyrra, þetta verður stærra og stærra með hverju ári. Ég þarf að fara Og Bjarni er ekki einn af þessu viewi. Nálega. Nei. Og ekki, þú veist, foreldrar minn heldur, eða ekki einu sinni, bara enginn. Ekki pappi minn. Ég held ég er svona Ekki Palli frændi. Ég var svona 20-30 klukkutíma í fyrra. Þú átti í þessu, já. Þetta deilist já, Jesus Christ, maður. Finnst bara ótrúlegt hvað þetta líf er skemmtilegt. Getur verið það? Nema þegar það eru sunnudagar og maður gleymir að það sé þáttur. Yes. En þetta er búið að vera gaman. Það er alltaf gaman að maður peppast allur svona upp, sko, þegar maður kemur eitthvað. Þess vegna er ég sammála. Við ættum að gera þetta föstudagskvöld. Ég held það. Reyna að nýta orkuna sem eru föstudagar. Ég gæti svo sem alveg gert þetta, skilur, á föstudum, en þá er áhætta á að, þú veist, ef ég fæði útkall þá þarf ég að fara. Sem að er. En þú veist, það er bara livestreama. Ég á bara að ringja inn. Ef þú er með vesen vandamál, ringdu í gráðsvæð. Já, hérna kemur sko 43 miljón unique views. Unique views. Nice, maður. Ég ætla að fara heim og kíkja á þetta. Já, ég mælu með þið. Bara prófa, og downloada og pröfa að spila. Er það? Þetta er frítt. Er þetta frítt? Þetta er frítt. League of Legends er frýr. What? Svo getur eitt penningi að kaupa skinn og eitthvað veist út. Til þess að basically bara gera kartina. En nú er hins að koma með það sko, þú getur unnið chest og likla og unlockað champion og skinn frítt. Þú veist, þeir mjög örlótir að gefa bara leikinn. Já, þeir geða mikið á þessu líka. Já. Og líka, þú veist, pælir í peningunum sem frá þessum mótum. Já. Þegar þú veist, advertisements og allt það með. Þetta er bara industry. Skóli á þér, hvað er að plugga til? Ég lána sjá, ég með lista minn. Lista Ég maður. ætla að plugga Pizza King. Það er svo gott, sko. Það er hérna, af því að þetta er hérna pizzastæðurinn við hliðina á það sem ég heima. Já. Þetta er bara svona nálegasti pizzastæðurinn. Og ég fer þangað það ofta að gaurinn veit hvað ég vil alltaf. Þess að hann segir bara the usual og ég segi já. Já. Og þetta eru mjög góða pizzur. Fyrir það,
að ef þú beður ekki, ég beð alltaf hana, þú veist, vel bakaða af því að annars það kannski smá svona mjúkar. Soggy. Gooey. Já, dálítið soggy. Gooey duck. En laga það bara, bytta hana hérna crispy. Já. Það var hana alveg perfect. Sami. Herri, ég ætla að plugga hérna Tækniborg. Okay. Já. Kringum veipiðina, þeir eru með föstudags tilbúð. Alltaf á vökvum. Já. Þetta með sér tilbúðskörfu, ef ekki þá bara tilbúð á þessum vökvum, já. Nice. Interesting. Mjög fín, sko. Interesting. Fyrir alla Vape Nationar hana. Já, popkornlungu mennina. Já. Bjarni. Sem eru... Bjarni. Já, veistu, ég hérna... Það engin... Ég kaupi ekki mikið að dóti. Eiginlega ekki. En ég verð eins og ég alltaf að hugsa AliExpress og hvað það búið að bjarga mér oft. Svo oft. Stefnuljós á fjórhjólið. Ég var að fá tálgunarsett. Nice. Woodcutting. Geggjað. Sko, stefnuljós á fjórhjólið, Sviss á fjórhjólið, Mike á fjórhjólið. Nei. Þessi fínu mæka sem við tölum í hérna. Þessi fínu mæka sem við tölum í. Nema ég. En þessi er ekkert búin að beila að mér. Af því að ég er búin að því að hættur að slefa í hann. Komið svona hetta á hann. Jep. Krakkar, muniði varnirnar. Yes. Ekki do not use the popcorn as a vape. Nei, ekki andaða ykkur popcorni. Og ekki farið til Kína að fá gutter oil. Ætli ég geti kúast í... Býtu? Ertu að hugsa hana þegar þeir eru að grafa upp úr hálfreysinu? Já. Setja þér í... En hvaða kemur eitthvað með? Já, það var... Já, en þeir þurfa að þrýfa það. Og ég nokkuð sem að það fer allt, þú veist, að það fer allt, þeir ná að þrýfa þetta alveg 100%, þú veist, það er ekki eitthvað svona residue sem, þú veist, fer með... Ok, heyrðu segna.